Góðan daginn. Gjörið svo að fá okkur sæti. Velkomin á uppskeruhátíð uppbyggingarsjóðs ES. Bæði þið sem eru hérna í salnum með okkur og þau sem eru að fylgjast með í streymi og þau inn í framtíðinni sem að horfa á upptöku af þessu því að okkur þótti við hæfa að taka þennan viðburð upp og eiga hann fyrir þá sem að vilja grúska í þessu seinna meir. Ég heiti Ágúst Hjörtur Ingþórsson og er forstöðumaður Rannís og mitt hlutverk er að vera fundarstjóri hér í dag og síðan er ég með tímavörð mér til aðstoðar því að það er dálítið margt á dagskrá. Eins og þið sjáu hér á glærunni, við fáum fyrst 2 ávörp og síðan förum við betur yfir árangurinn í 2 hollum og síðan endum við á því að líta örlítið til framtíðar. En fyrstur í pontu er Martin Eyjólfsson, ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins, en það er utanríkisráðuneytið sem að fer með umsýslu uppbyggingarsjóðsins fyrir hönd íslenskra stjórnvalda. Svo Martin, gjörðu svo vel. Virðulegu gestir, kæru samstarfsaðilar, komið sæl. Það er mér sönn ánægja að fagna með upp hér í dag þeim árangri sem nást hefur á nýliðnu uppbyggingarsjóðs tímabili. Lok þess og upphaf nýs tímabil marka ákveðin tímamót í samstarf okkar á vettvangi sjóðsins og það var svona tilvæglega lítum öxl og meta árangurinn. Á vettvangi sjóðsins höfum við ásamt Liechtenstein og Noregi lagt okkar að mörkum til að draga úr ójöfnuði í Evrópu og við höfum tekið þátt í fjölmörgum verkefnum og veitt fjármagni til þeirra og á þeim sviðum sem við höfum sérþekkingu á. Og ég var í Pólandi núna í síðustu viku þar sem vorum að skrifa undir samningu nýtt tímabil Pólverjana og velti þessu fyrir. Það var alltaf að tala um þetta sem aðgöngumiða EFTA-ríkjana að innri markaðnum en þetta þarna erum við erum að koma í veg fyrir ójöfnu og ef maður horfir aðeins í kringum okkur og kannski í kringum sig og sjáum hvað er að gerast það sem kannski markaðshöflin hafa fengið óheft að leika án nokkura mótaðgerða þá sér maður svona vondur íslensku svona rationalið betur kannski í dag á bakvið Social and Cohesion Funds og uppbyggingarsjóðnum en maður kannski sá áður þegar maður sér hvernig hlutirnir að þróast í heiminum. Þannig að þarna erum við að sína samstöðu og byggja upp heilbrigðan markað sem enginn verður út undan en það er svona forsendan fyrir því að liðsheildin virki, liðsheildin Evrópa og innri markaðurinn. Við höfum einbeitt okkur að samstarfsverkefnum á sviðum þar sem við teljum okkur hafa þekkingu og reynslu til að láta gott á okkur leiða eins og við gátum og það er nýsköpun, menntun, menning, jafnrétti, rannsóknir og þróun og endurnýjanleg orka. Og eins og þið vitið þá hafa Rannís og Orkustofnun gegnt lykilhlutverki árabil sem fulltrúar íslenska stjórnvalda við að koma á samstarfi á milli aðila hér á landi og í viðtökuríkjunum og hlutverk þeirra falist í ráðgjöfum val og útfærslu áætlana og einnig að koma á samstarfi á milli íslenskra aðila og aðila í viðtökuríkjunum. Stofnanirnar hafa sinnt þessu verkefni með ágætum á undanförnum sjóðstímabilum og við í utanríkisráðuneytinu erum ykkur mjög þakklátt fyrir ykkar mikilvæga framlag sem meðal annars skilaði yfir 400 samstarfsverkefnum í viðtökuríkjunum þar sem íslenskir aðilar tóku þátt í og það er nú aldeilis fjöldi. Og ég man það nú bara þegar við erum að koma sem sjóði á laggirnar fyrir 20 árum síðan rúmlega. Það var mikil bara umræða það hvort það ætti að vera svona tvíhliða element í sjónum eða ekki. Og það voru ekki allir á eitt sáttir það. En þetta hefur aldeilis heppnast vel.
Nú hefur Rannís hins vegar eitt tekið við keflinu og þá skapast möguleiki til þess að byggja upp öflugt teymi hjá stofnunum sem sinnir alfarið samstarfi við skrifstofu uppbyggingarsjóðsins og viðtökuríkin. Rannís vel til þess fallið að sinna þessu verkefni. Stofnunin hefur árabil verið leiðandi aðili hér á landi við framkvæmd samstarfsáætlana Evrópusambandsins og margra annarra samkeppnissjóða og leikur lykilhlutverki í umboði stjórnvalda við að tryggja íslenskum aðilum fjármagn úr slíkum áætlunum. Mikil sérþekking til staðar innan stofnunarinnar á að koma á samstarf íslenskur og evrópska aðila og tryggja íslenska þátttöku í samstarfsverkefnum af ýmsum toga. Að þessu sögðu líka rétt að halda til haga. Það var fleiri aðilar en Rannís og Orkustofnun gegnt lykilhlutverki eða mikilvægu hlutverki við að tryggja möguleika íslenskra aðila á samstarfsverkefnum á sviði uppbyggingarsjóðsins. Þannig hafa bæði Íslandsstofa og samband íslenskra sveitarfélaga verið duglegir að vekja athygli á möguleikum íslenskra stofnana, fyrirtækja og félagasamtaka og annarra til þátttöku í samstarfsverkefnum á vegum sjóðsins. Við kunnum ykkur einnig bestu þakkir fyrir ykkar mikilvæga framlag. Langar líka í lokin að fjalla aðeins mannréttinda og jafnréttismál. Uppbyggingarsjóðurinn hvílir á grunngildum vernd lýðræðis og mannréttinda og vernd minnihlutahópa og það gerð skýlaus krafa að öll viðtökuríki sjóðsins verja að minnstakosti 10% af þeim fjármunum sem til þeirra renna til að styðja við frjáls félagasamtök og það auki gerð krafa hlutleysi hvað varðar úthlutun þessara styrkja og þess einnig gætt að stjórnvöld í einstökum ríkjum fara ekki með umsýslu þeirra styrkja. Svo sem kannski gengið á, kannski ekki ýmsugan, þetta var ekki alltaf gengið hnökralaust fyrir sig. Mannréttinda skrifstofu Íslands hefur verið okkar tengiliður við að koma á samstarf íslenskra aðila og við aðila í viðtökuríkjunum á sviðum lýðræðis og mannréttindamála. Og skrifstofan hefur þannig komið á samstarfi fjölmargra íslenskra aðila við systur samtöku í viðtökuríkjunum í verkefnum sem stuðla því að efla lýðræði, gagnsæi og mannréttindi og bæta réttarstöðu jaðarsettra hópa. Alls tóku rúmlega 60 íslenskir aðilar þátt í 100 samstarfsverkefnum á þessum sviðum á nýliðinu sjóðstímabili. Og við kunnum skrifstofunni bestu þakkir fyrir þetta mikilvæga framlag þeirra. Við hefum stutt við ýmis verkefni sem miða að því að sporna gegn kynbundnu ofbeldi og auka öryggi kvenna og barna. Til dæmis hefur verið íslenska barnahús módel verið tekið upp í Lettlandi á vegum sjóðsins. Nú svo komið að barnahús að íslenskri fyrirmynd hafa verið byggð vítt og breytt í Evrópu, þar með talið í Noregi. Þá hefur Ísland lagt sitt að mörkum til aðstoða fórnarlömbum heimilisofbeldis meðal annars í Eistlandi og Grikklandi. Ísland hefur einnig lagt sérstaka áherslu á jafnréttismál í starfi sjóðsins og á nýliðnu sjóðstímabili tóku íslenskir aðilar þátt í ýmis konar samstarfsverkefnum sem miðuðu að því að bæta stöðu kvenna í viðtökuríkjunum. Góðu gestir, hér á eftir munum fulltrúar hinna ýmsu stofnana og fyrirtækja segja okkur frá reynslu sinni á mörgum merkilegum og áhugaverðum samstarfsverkefnum og ég ætla því ekki að hafa þessi inngangsorð lengri. Ég vildi þakka ykkur fyrir komuna og skipuleggjendunum fyrir að sjá þennan viðburð og undirbúa. Takk fyrir. Kærar þakki fyrir það, Martin, og ég vil þakka utanríkisráðuneytinu fyrir mjög gott samstarf í mörg ár og ég vil taka undir það sem að Martin nefndi að þessi sjóður hefur kannski reynst mikilvægari, kannski reynst strategískari heldur menn gerðu sér fyllilega grein fyrir upphafi og nú eigum við Martin það sameiginlegt að vera búin að vera lengi í þessu geimi. Við vorum saman út í Brussel í byrjun þessar aldar. Og ég ætla að fullyrða að þetta tímabil sem að nú að ljúka hafi verið árangusríkasta tímabil í sjónum frá íslensku sjónarhóli en líka frá sjónarhóli viðtökuríkjanna. Þannig ég held að við höfum náð góðum tökum á þessu sem strategískum sjóð sem að hjálpa okkur í utanríkispólitískum tilgangi.
Eins og framkom hjá honum Martin, þá eru fjölmargir aðilar sem koma að því að hvetja íslenska aðila til þátttöku í uppbyggingarsjóðnum og þar hefur Íslandsstofa mikilvæga hlutverki að gegna og sérstaklega við það náttúrulega virkja atvinnulífið. Þess vegna vil ég bjóða næstan í pontu Pétur Óskarsson, framkvæmdastjóra Íslandsstofu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, fundarstjóri, góðir fundagestir. Það er afar ánægjulegt að vera með ykkur hér í dag fyrir hönd Íslandsstofu við þessi tímamót hjá uppbyggingarsjóðnum. Í gegnum sjóðinn hafa Ísland, Noregur og Liechtenstein lagt sitt af mörkum til að stuðla að félagslegri og efnahagslegri samheldni innan Evrópska efnahagssvæðisins. En þetta er ekki eingöngu eins og þið þekkið fjárhagsleg aðstoð, þetta er fjárfesting í betra samfélagi, fjárfesting í mannréttindum, í menntun, í nýsköpun og sjálfbærni, svo fátt eitt sé nefnt. Fyrir Ísland hefur þátttaka í sjóðnum skipt sköpum. Hún hefur veitt okkur tækifæri til að styrkja tengsl við samstarfsþjóðir, miðla íslenskri þekkingu og öðlast dýrmæta reynslu. Saman höfum við unnið að ákaflega fjölbreyttum verkefnum sem hafa bætt lífsgæði þúsunda. Nú við hjá Íslandsstofu sem að höfum það hlutverk að efla ímynd Íslands út á við, sjáum það vel hvernig verkefnin sem fjármögnuð eru í gegnum sjóðinn verða til þess að dýpka samstarf og skapa nýjar leiðir fyrir íslensk fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga að láta til sín taka á alþjóðlegum vettvangi. Þau gera Ísland sýnilegra, styrkja orðspor landsins sem ábyrg samstarfsaðila og opna dyr fyrir áframhaldandi samstarf á fjölmörgum sviðum. Eins og ráðuneytisstjóri kom inn á hér áðan, þá stöndum við frammi fyrir sífellt flóknari áskorunum í veröldinni, í loftslagsmálum, lýðheilsu, stafrænum umbreytingum, auknum félagslegum ójöfnuði og svo mætti lengi telja. Á slíkum tímum skiptir samvinna öllu máli. Með þáttöku okkar í uppbyggingarsjóðnum höfum við tækifæri til að vera hluti af lausnunum og að leiða með góðu fordæmi. Starfsemi okkar hjá Íslandsstofu hverfist í grunninn þjónustu við 5 áherslugeira íslensk atvinnulífs. Það í fyrsta lagi orka og grænar lausnir, það í öðru lagi hugvit og tækni, það í þriðja lagi listir og skapandi greinar, fjórða lagi ferðaþjónusta og svo að lokum sjávarútvegur og matvæli. Og áframhaldandi og öflugt framlag Íslands til uppbyggingarsjóðsins að okkar mati afar skynsamleg fjárfesting og gefur okkur mikil tækifæri í mörgum af þeim geirum sem ég taldi upp hér að ofan. Við hjá Íslandsstofu sjáum mörg tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki að láta gott af sér leiða og taka öflugan þátt í verkefnum á vegum sjóðsins. Til þess að efla þessa þjónustu enn frekar við íslenskt atvinnulíf, þá höfum við ákveðið í samvinnu við utanríkisráðuneytið að ráða viðskiptafulltrúa til starfa í sendiráði Íslands í Varsjá, í Pólandi, sem að mun þá vinna með íslenskum fyrirtækjum að því að mynda tengsl í Pólandi og í umdæmisríkjum þess sendiráðs. Ráðningarferli á þessu er þegar hafið og við gerum ráð fyrir að klára þessa ráðningu núna á árinu og verðum þá komið með þessa þjónustu upp fyrir árslok. Ég vil að lokum þakka samstarfsaðilum okkar hjá utanríkisþjónustunni, Rannís og Orkustofnun fyrir framúrskarandi samstarf á undanförnum árum og við á Íslandsstofu hlökkum til samstarfsins. Takk fyrir þetta, Pétur. Ég vil taka undir með þér að við eigum að nota orðið fjárfesting í ríkara mæli þetta alþjóðasamstarf. Þetta er fjárfesting í framtíðinni. En þá er komið að því að kynnast aðeins betur þeim verkefnum sem hafa verið í gangi og fara svolítið yfir hvað hefur áunnist. Á því tímabili sem að nú er að ljúka þá hefur Rannís verið samstarfsaðili eða svo kallaður Donor Program Partner fyrir 4 áætlanir í 4 viðtökuríkjum. Það er að segja í Portúgal í nýsköpun, í Rúmeníu í rannsóknum, í Póllandi í menntun og í Tékklandi í menningunni. Þó að við séum bara formlega aðilar að þessum 4 áætlunum, þá höfum við lagt okkur fram að þjónusta í raun og veru öll viðtökuríkin þar sem eru áætlanir á þessum sviðum. Við erum afskaplega ánægð með
uppskeruna á þessum málefnasviðum, en á þessu tímabili sem nú að ljúka hafa 160 aðilar frá Íslandi tekið þátt í 274 verkefnum á vegum sjóðsins. Þau voru flest á sviði menntunar eða 75, eiginlega 186 verkefnum stendur hér. Þar á eftir koma verkefni á sviði menningar, þar sem voru 72 aðilar í 75 verkefnum í 7 viðtökuríkjum og loks voru 13 aðilar í jafnmörgum verkefnum á sviði rannsóknar og nýsköpunar í 4 viðtökuríkjum. Þannig að umfang þessara þátttöku töluvert. Við vonumst þó til að það verði enn öflugri þátttakarar frá íslenskum samstarfsaðilum á næsta tímabili uppbyggingarsjóðsins og það á sjálfsögðu við öll svið sjóðsins. Næst fáum við að heyra ekki alveg strax. Næst fáum við að heyra sem sagt af 3 verkefnum í panelumræðum sem að stýrt verður Ásdísi Jónsdóttur sem starfsmaður uppbyggingarsjóðsins í Brussel og heldur þar utan rannsókna og menntaáætlanirnar. Og þetta eru Auðbjörg Björnsdóttir, forstöðumaður kennslu og upplýsingatækni miðstöðvar Háskólans á Akureyri, Ágústa Kristófersdóttir, framkvæmdastjóri Safneignar Þjóðminjasafnsins og Egill Árni Guðnason, jarðeðlisfræðingur á Ísor. Og meðan þau að koma sér fyrir hérna í panelnum, þá ætlum við að sjá stutt myndband þar sem smá brot af þessum verkefnum sem hafa verið í gangi. Þannig að þið megið bara koma fyrir og meðan að þetta cirka 4 mínútna myndband bara rúlar. Fyrir þessu. Cilj projekta ATTEND je osigurati učinkoviti sustav obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju. Kroz projekt ATTEND uključena su 34 centra za odgoj i obrazovanje kojima će biti osigurana asistivna tehnologija i potrebna edukacija kako bi što učinkovitije koristili navedenu tehnologiju u svom radu.
komið sæl og gaman að sjá ykkur öll hérna saman komin á þessari miklu uppskeruhátíð. Eins og Ágúst nefndi þá heiti ég Ásdís Jónsdóttir og sérfræðingur sjóðsins í rannsóknar- og menntamálum og vinn á skrifstofu sjóðsins í Brussel. Og það akkúrat ár síðan á morgun, 30. apríl, að síðustu verkefnin á vegum sjóðsins kláruðust. Og á morgun annar merkilegur dagur því að þá formlega lýkur síðasta tímabili sjóðsins, 30. apríl 25. Þetta dagsetning sem við hjá sjóðunum höfum oft séð og nú vinnan framundan og það sem við höfum verið að vinna að að undirbúa tímabili sem nú að hefjast og eins og nefnt hefur verið var mikilvægur viðburður í tengslum við það í síðustu viku þegar við ritum undir samning við Pólland og þannig að nú unnið að gerð áætlana fyrir fyrir samstarfi við Pólland. Þetta góður tímapunktur til þess að skoða hvað hefur áunnist, hvað hefur gengið vel og líka hvaða lærdóm við getum dregið af verkefnunum núna á síðasta tímabili til þess að gera betur til framtíðar og efla þátttöku Íslands í sjónum. Þannig að við eins og Ágúst kynnti, við komin hér með 3 fulltrúa verkefna sem að Ísland tók þátt í. Ágústa, ég ætla ekki að kynna ykkur aftur, en þú varst með verkefni ljósmyndun með Borgarsögusafninu í Varsjá og sem að styrkt var undir menningaráætluninni í Pólandi. Björg, þið hjá Háskólanum á Akureyri, þið hefur nú kannski verið í fleiri en einu verkefni, en verkefni sem þú tókst þátt í var blandanám í starfs- og tæknimenntun undir menntaáætluninni í Slóveníu. Og Egill, þú og þið hjá Ísor voruð með verkefni jarðskjálfta undir rannsóknaráætlun í Tékklandi og þetta eina af áætlunum sem ég hef séð og ég veit að þið þykir mjög vænt þetta verkefni. Nefna það oft sem dæmi skemmtilegt og gott verkefni. Þannig að ég ætla að byrja á því að biðja ykkur að segja í stuttu máli aðeins frá verkefnunum ykkar. Ég veit að það eru hérna glærur sem fá að rúlla bakvið. Hér glæru stjórnandinn og segja okkur aðeins frá verkefninu, innihaldi verkefnisins og líka hvað hefur áunnist að ykkar mati. Og svo getum við kannski aðeins spjallað verkefnin í kjölfarið. Fyrst, í hvaða röð þetta? Björg, þú byrjar, gjörðu svo vel. Já, ok. Já, ég heiti Björg, fórstuð maður kennslu uppsökutæknisviðs Háskólans á Akureyri, kann ekki svona keikja á mæknum. Við vorum við höfum verið í svolítið mörgum verkefnum, þetta var verkefni sem Blended Learning and Vocational Education and Training og kollegi minn Stefán Guðnason sem því miður á Akureyri, komst ekki. En við vorum saman í þessu verkefni og þetta var sem sagt, tilgangurinn var að þróa og innleiða svona blandanám í starfs- og tæknimenntun og svona þróa svona skólastefnur þar og auka þetta starfræfni kennara og þetta margt gerst síðan við byrjuðum en alltaf þörf á því og þetta efla þetta menningarlega samstarf milli þessar stofnana í Slóveníu, Íslandi og Noregi. Og það var háskólinn í Ljubljana og svo nokkrir svona vettskólar í Slóveníu og svolítið margir og okkar háskólinn Akureyri, verkmenntaskólinn og þessi norski háskólar og vettskólar. Og þetta voru blandað, þetta var annars vegar háskólastigið og svona verknámsskólar og framhaldsskólar. Og þetta var svona mikil svona víðtæk reynsla og svona ólíkt fólk sem kom saman. Og þetta var þetta helsta áhengurinn að fólk auðvitað jók hæfni sína í starfnum kennsluaðferðum og nemendur fengu fjölbreyttari og svona betra nám og það kom strax í ljós, það var svona munur eins og Slóvenir voru á því að þú yrðir að mæta á staðinn og við erum þetta sérfræðingar í fjarnámi og trúum því að það setja að kenna allt í fjarnámi og þeir slökuðu aðeins á kröfum sínum í lokin sem var kannski bara gott og við lærðum fullt af þeim, þeir voru mjög svona, hvað myndi maður segja, svona
kannski ekki drosa mikið kennslu með þær í byrjun og voru frekar svona, þú veist, svona hands on en það gat svona, það var rými fyrir kennslufræðina og að vinna svolítið með höndunum. Og skólinu voru betur undirbúinir fyrir framtíðina og gátu komist betra svona inn í þessa svona fjarkennslu og svo kom þetta svona alþjóðlega tengslunet í starfsmenntun og svo kannski merkilegt að segja frá því sko að stundum þarf ekki að fara langt til þess að fatta hver eru vinniðinir af því við áttum hana mjög góð tengsl við verkmenntaskólann á Akureyri í Slóveníu og í Noregi. Þurftum svolítið að fara þangað til þess að fatta hvað þetta var gaman að vinna með þessu fólki. Hefðum getað labbað þarna kannski svona 500 metra á milli en þannig að það orðið mjög gott samstarf á milli þessar skóla með þessum ferðalögum en þetta var og það sýndi okkur það sko þetta svo oft þannig að þegar þú ferð og ferðast með fólki að þá kynnistu fólki og við erum miklu vinir í verkmenntaskólann stofnum með þessa sánumfélag verkmenntaskólans og háskólans á Akureyri að vísu bara þessi hópur sem var þessi verkefni sem fara að vera í því félagi en þetta var mjög skemmtilegt verkefni og ótrúlega gaman að vinna í því og mikið svona, ég kynkast í því eftir að svona helstu áskorunar voru svona ólíkir hópar. Verður framhald af verkefni? Já, það er strax komin alveg hugmynd sko að halda áfram og og núna erum við komið með þetta gervigreindina og getum svona meira inn í það og Háskólinn á Akureyri að undirbúa sína stefnu fyrir það þannig að það svona eru bara mjög margar sviðsmyndir fyrir það. Kæru þakkir Auðbjörg og næst Ágúst að gjöra svo vel. Heyrði, ég heiti semst Ágústa, kem frá Þjóðminjasafninu. Við vorum með verkefni Ljósmyndun í fókus sem við unnum í samstarfi við Borgarsögusafnið í Varsjá og það voru þau sem að nálguðust okkur. Þau höfðu áhuga á því að byggja upp ljósmyndasafn og ljósmyndadeild við Borgarsögusafnið og við Þjóðminjasafnið hefur verið starfandi ljósmyndasafn frá árinu 1908 þannig að við erum svona gömul í hettunni og höfum ágætis reynslu og þau vildu svona taka fá svona skerfa þeirri reynslu og við áttum bara mjög farsælt og áhugavert samstarf í 3 ár í þessu verkefni sem var svona margþætt og það sem sagt gekk út á gestaþróun, það gekk út á forvörslu og svona innra starf og síðan út á sýningarverkefni eða miðlunarverkefni og það sem heillaði okkur fyrst og fremst við þetta var að það var innra starf inn í þessu verkefni sem mjög sjaldgæft í þessum menningarverkefnum af því að oft ganga þessi menningarverkefni eingöngu út á miðlun en ekki út á innra starfið eða grunninn sem þarf til þess að geta staðið fyrir almennilegri miðlun. Þannig að við fögnuðum mjög þessum áherslum sem voru sérstaklega á forvörsluverkefni. Nú fyrsti fasi var náttúrulega undirbúningur og það fólst í því mikil svona tengslamyndun og eitt af því sem gerðist var að við fórum að mynda tengsl við pólska samfélagi hér á Íslandi og þá var hann Gerard sem við kannski einhver ykkar þekkja þarna á myndinni sem var sendið hér á Pólland sér árabil, mjög mikilvægur hlekkur og við hófum samtal við hann og konuna hans, Margréti sem vann mikið með honum þegar þau voru hér, fóru nú bara í fyrra ef ég man rétt og hann lagði svona áherslu á það að það þyrfti einhverja svona inngildingarskref fyrir pólska samfélagið á Íslandi og þá nýttum við tækifærið, sóttum breytingu á nýtingu styrksins og fengum að snúa hluta af verkefninu upp á pólska samfélagið hér á Íslandi sem hafði upphaflega ekki verið hugmyndin. En ég verð að segja svona eftir á hyggja held ég að það hafi verið það besta sem við gerðum í verkefninu. Að það var að fá þarna tækifæri til þess að breyta nýtingunni og horfa svolítið á pólska samfélagi hér og reyna að mynda tengsl við það og virkja það svona inn í það starf sem að Þjóðminjasafnið að vinna. Og þá fórum við semst og gerðum það sem kallað þjóðháttakönnun í pólska samfélaginu og við byggum til spurningaskrá og sendum hana út og síðan fylgdum við spurningaskráni eftir með djúpviðtölum og áttum samtöl við pólskumælandi fólk sem fólk af pólskum bakgrunni sem býr hér bara þessa upplifun af því að búa hér og alls konar ögranir og tækifæri sem að það felur í sér. Til dæmis bara munin á veðurfarinu og hvað það hefur hvað það felur í sér. Og við vorum síðan með dagskrá í kringum þetta en auk þess vorum við með forvörsluverkefni sem fólu í sér hreinsun og skráningu á stórum safnhildum innan safnsins bæði hjá okkur og þeim. Og samleiðin af þessu var svo að við héldum reglulega fundi þar sem við fórum yfir reynsluna, við lærðum hvort af öðru, lærðum aðferðir til dæmis við að sletta filmur og þið sjáu þarna þið sem eru með upprúlegar filmur heima hjá ykkur
að þið getið sléttaðir með svona plastkassa og svona borðum eins og ég sjáu hérna á myndinni fyrir aftan mig. Síðan var uppskera og þá vorum við með sýningu, við vorum með ráðstefnu, það var ráðstefna í Pólandi sem að nokkru fulltrúar frá Þjóðminjasafninu sóttu, það voru heimsóknir á báða bóa, við fórum þangað og þau komu hingað og síðan var farið í mikið kynningarátak bara á bæði þessum pólska hluta verkefnisins inn í pólska samfélagi hér, bara til þess að öðlast svona samtal við það samfélag og sömulegis bara fyrir almenning og ég meina okkur fannst það til dæmis vera bara stórkostlegt skref að við fengum tvisvarsinnum á besta tíma í Ríkisútvarpinu pláss fyrir fólk sem talaði með þykkum pólskum hreim sem að fyrir okkur var bara stórt skref og við vitum að það vantar fleiri slíkar raddir í fjölmiðla hér á landi. Stærsta áskorunin var kannski fyrst og fremst bara svona þessi lógistík bara þú veist það vantaði uppgjörsblöð og það hefði mátt halda betur einhverja svona svoleiðis enda en ég myndi samt segja að þetta hafi mest gengið mjög vel. Við lærðum mjög mikið á þessu. Við höfum þegar farið inn í svona minni verkefni bara þú veist einhver svona heimsóknir sem að hafa komið í kjölfarið á þessu og það strax búið að hafa samband við okkur hvort við viljum taka þátt í stóru verkefni í næsta umsóknarferli og það myndi snúast hérna, byggðir sem eru í hættu og þá það Grindavík sem verið að horfa á hér og við höfum þegar hafið svona verkefni inn í Grindavík. Þannig að já, ég myndi segja að þetta var mjög góð reynsla og myndi mæla með þessu við alla. Takk Ágústa. Mér finnst mjög athyglisvert að í báðum þessum verkefnum þá nefniði svona innri tengsl á Íslandi, annars vegar við verkmenntaskólann og hins vegar við pólska samfélagið. Þannig að oft þarf að fara út einhvern veginn til þess að efla líka tengslin hérna innanlands og eins og þú segir, þegar fólk fyrir að ferðast saman og þá kynnist það vel og þá verður sánuklúbbur eða ég veit ekki hvort að þið eru með sánuklúbbi pólska samfélagið en hérna athyglisvert að þessi tvö verkefni eiga þetta sameiginlegt. En Egill, þú ætlar að segja okkur frá samstarfið þínu í Tékklandi. Já, ég heiti Egill og jarðeðlisfræðingur hjá Íslenskum orkurannsóknum eða ISOR. Ég ætla að segja eitthvað stuttlega frá þessu verkefni sem hét NASMON og stóð yfir frá 2021 til 2024. Það sem sagt stytting á þessu langa titli Natural Seismicity as a Prospecting and Monitoring Tool for Geothermal Energy Extraction. Þannig að verkefni snerist sem sagt fyrst og fremst þessa jarðskjálftamæla sem þið sjáu þarna á kortinu, þessa grænu þríhyrninga. Þetta eru jarðskjálftamæla sem að tékkneskir vísindamenn sem voru samstarfsaðilar okkar í þessu verkefni settu upp á Reykjaneska árið 2013 og í svona óformlegu samstarfi við ISOR gátu við rekið þetta mælanett frá 2013 og þangað til þetta verkefni hófst. Og upphaflega markmið verkefnisins getur við sagt snerust mikið svona jarðskjálfta og tengingu jarðskjálfta við jarðhita en ég listaði þarna upp nokkur af upphaflegu markmiðunum. Það var sem sagt að þróa þekking á ferlum sem valda jarðskjálftum þá sérstaklega með áherslu á jarðhita og svo þróa og prófa þessar aðferðir jarðskjálftarannsókna við jarðhitaleit og þróa viðmiðanir vegna starfsemi á jarðskjálftavirkum svæðum og svo framvegis. Þetta eru sem sagt, glærnar hafa eitthvað aðeins skolast til, en sem sagt þetta eru samstarfsaðilarnir í verkefninu, þeir voru flesti frá Tékklandi. Það voru sem sagt 2 deildir innan tékknesku vísindaakademíunnar í Prag og svo voru það aðilar frá Charles háskóla í Prag og svo voru það við á ISOR frá Íslandi. Í stuttu máli, ég geti tala lengi þetta verkefni, þetta var mikið uppáhaldsverkefni hjá okkur en sjáum við það að verkefni byrjar í janúar 2021 og eins og við flest munum að þá fór síðan að gjósa á Reykjaneskaganum inn á okkar rannsóknarsvæði 2 mánuðum seinna, þannig að á verkefnatímanum öllum fengum við 7 eldgos og það gefur að skilja að áherslu verkefnisins breyttust mjög mikið í ljósi þessara breyttu aðstæðna.
Enga síður getum við sagt að við náðum nokkurn veginn að móta verkefnið að þessum breyttu aðstæðum og skila því sem skila átti með að upphaflegt plan verkefnisins. En svona nefna einhverjar meginniðurstöður getum við sagt að við náðum að efla margs konar þróun á þekkingu og svona jarðskjálftalegum reikniaðferðum eins og til stóð í upphafi. Við stöndum uppi með, getum við sagt, hágæða gagnagrunn jarðskjálfta frá upphafi mælanetsins, það að segja 2013 og til dagsins í dag, sem mjög verðmætt í ljósi aðstæðna. Og ef við nefnum einhverja ávinninga að þá getum við kannski nefnt við náðum að efla mjög víðtækt samstarf stofnana og háskóla, bæði hér innanlands og erlendis. Við gerðum, það var auðvitað eins og gefur að skilja mikill áhugi á þessum gögnum, þannig að margir aðilar spurðust fyrir gögnin, þannig við náðum að gera gagnadeili samninga svo kallaða við marga þessara aðila þar sem að við afhendum okkar gögn og við fáum gögn á móti. Og við höfum sem sagt innan verkefnisins gátum við gefið út fjöldan allan af ritrýndum vísindagreinum og fleiri í burðarliðnum. Og svo reyndar sést ekki því miður þarna síðasti punkturinn, en mér langaði að nefna það að sem sagt gögn af nokkurum þessara mæla reyndust mjög vel Veðurstofu Íslands, því við með tilkomu þessa verkefnis gátum við sett sem sagt mælanetið í rauntíma streymi, þannig að gögnin streyma í rauntíma. Við gátum sem sagt veitt Veðurstofunni aðgang að 8 þessara mæla og þau gögnum hafa sem sagt nýst mjög vel í náttúruvárvöktun á Reykjanesskaganum og nýtast enn í dag. Þannig að þetta svona í stuttu máli samantekt. Hvaða máli skipta svona gagnadeili samningar? Geturðu kannski sagt okkur eins frá því? Já, skipta í rauninni mjög miklu máli. Þetta eitthvað sem að við var ekki í upphaflegu plani verkefnisins, heldur bara svona gerðist af sjálfu sér út af aðstæðum, getum við sagt. Og það veldur því að fleiri fá aðgang á gögnunum og fleiri geta nýtt þau og rannsaka aðra hluti en tilstóð að rannsaka upphafi, þannig að getum sagt að þeir séu til mjög margs nýtir. Það er nú oft sem að verða breytingar á aðstæðum eða stundum þegar fólk vinnur rannsóknarverkefni. Þetta kannski svona svolítið ýkt dæmi. Já, getum sagt það. Og hvað fannst þér, var sveigjanleiki fyrir hendi til þess að ég gerir ráð fyrir því að við svolítið þurft að umbylta verkefninu þegar gosin hófust? Já, eins og gefur að skilja, þá þurftum við að gera það, en svona, já, við getum sagt að þessi jarðhitavingil færðist aðeins yfir í svona eldgosavingil, en grunninn til gátum við staðið skil á því sem standa átti skil í svona upphaflegu plani, þannig að, já, það var skilningur á breyttum aðstæðunum vissulega. Ágústa, þá langar mig að spyrja þig, Þjóðminjasafnið, ég er ekki vissum að allir viti að Þjóðminjasafnið sé í miklu alþjóðlegu samstarfi. Kannski getið sagt okkur aðeins frá því og hvers vegna skiptir máli fyrir ykkur að vera í alþjóðlegu samstarfi? Já, sko, við þykjumst náttúrulega að vera, og við erum höfuðsafn á sviði menningarminni á Íslandi, sem gerir það verkum að við erum svona efst í einhverjum ákveðnum píramíta þar, og til þess að sækja okkur samtal þá eigum við náttúrulega mjög drjúgt samtal við kollega okkar hér innanlands, en það skiptir okkur gríðarlegu máli að eiga stórt alþjóðlegt samtal, og við finnum bara leið og við svona slökum á í því að þá byrjar skóin að kreppa, sko. Og ég bara get nefnt að fyrir nokkrum árum síðan var á vegum Evrópusambandsins stórt verkefni það sem kallað Earthen Architecture, eða arkitektúr byggingar úr jarðefnum, og við teljum okkur nú tilheyra Evrópu, þó við séum ekki á Evrópusambandinu, en í þessu stóra verkefni var hvergi minnst á íslenska torfbæinn, og það finnst okkur náttúrulega bara hrikalegt, og okkur finnst það bara að vera einhvers konar handvömm bæði hjá okkur og líka bara hjá alþjóðasamfélaginu eða evrópska rannsóknarsamfélaginu að við séum ekki þarna, og við vitum bara það er enginn að fara að koma að ná í okkur, við verðum bara að fara út og eiga þetta samtal. Og núna erum við til dæmis í samstarfi við háskólan í nokkrum verkefnum þar sem að við erum bara að reyna að vera proaktív í því að vekja athygli á okkur og koma íslensku menningararfi inn í þetta stóra samtal sem hann þarf að vera í.
Þannig þið eru talsmenn íslensk menningararfs í þessum verkefnum. Mjög gaman. Hvað svona helsta sem þið lærðuð af samstarfinu? Hvað öðruvísi sem að kannski hefur komið ykkur spánst fyrir sjónir eða svona, já. Já, sko, kannski það náttúrulega svona oft meiri sérhæfing þegar þú ert, og ég held að það getum við nú kannski öll svona tekið undir. Við erum oft í mörgum hlutverkum hvert og eitt okkar hér, á meðan það meiri sérhæfing í stofnunum sem erum að bera okkur, eða vinna með. Og þó svo að við séum hér á efst í valda píramíta menningar minjasafna, þá erum við pínu lítil samanborið með sko borgarsögusafni í Varsjá, þar sem við erum 50 allt í þjóðminjasafninu, meðan þau eru yfir 300. Þannig að það nú svona kannski það sem alltaf svolítið áskorun fyrir okkur, og við þurfum alltaf að fjölfalda okkur svolítið í öllu svona samstarf, og ég hugsa að það sé eitthvað sem allir upplifa. Já, ég held að kannist nú flestir við það, vandamál. Auðbjörg, þú myndist aðeins á svona áskoranir sem urðu á vegi ykkar í Blendvett verkefninu. Getur kannski sagt okkur aðeins frá þeim frekar, og þá sérstaklega hvað við getum lært af þeim og hvað við þurfum að bæta fyrir núna á næsta tímabili? Já, þetta var svona eins og við komum fram, sko. Þetta var auðvitað svolítið svona menningarmunur, og líka kannski þessi sérhæfing, að þarna eru fleiri sem, kannski sem geta sinnt bara ákveðnum störfum, meðan við erum að gera rosa margt í einu. Og þetta var svolítið svona flókin samskiptin og alveg ofboðslega langir online fundir, alveg bara verulega langir, og við hefum nú alveg að tala um það í fjarnámi, að svona besta fjarnámi að ná að hitta fólk og fara svo með það online, og ég myndi segja að það væri líka í svona verkefnum, það er svo oft sem þú ert í einhverjum annarkvært e-mail-samskiptum eða ákveðnum online fundum, og þú áttaði ekki alveg á manneskjunni, svo þú situr með henni eitthvað sem bara nokkra klukkutíma, þá ertu búin að fatta það, sko, og þá hættir að taka hlutunum persónulega þegar eitthvað sagt sem þú nærði ekki alveg, sko. Þannig að við öllum verkefnum sem við erum í, það alltaf bara, við hugsum alltaf bara þegar fyrsti fundurinn búinn, þá veitum við hvernig þau eru, og vinnum oft með sömu partnerunum oft. Þetta var líka, sko, fólk svona nálgast hlutina. Við vorum á tímabili að notaðu Google Drive, og ég held að það hefði verið svona 15 klikk í hvert skjal, maður bara klikk, 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 alltaf bara inn á drive-inu, og þetta var maður alveg að missa viti, sko. Og þannig að þetta voru svona logistics hlutir, og svo þessi, þú veist, það sem sérstaklega fyrsti verkefnastjórinn, það var hún skiptum verkefnastjóra í þessu verkefni, það var kannski út af ég veit ekki hvað það var, en það var alveg, hún var mjög mikil metnaður, og kannski svona líka aðeins of mikil metnaður. Þetta var alveg þannig, og það kannski var það líka bara svo menningarmunur, svo þú hittir manneskjuna og settist með henni, þá var þetta mega þetta meira sens, sko. Þannig að þetta var svona mikið álag og fundir yfir hverju þau ætlaði að gera þetta bara rosalega vel. Þannig að það var bara, þú veist kannski að funda með 20 mann sem eitthvað atriði sem bara, í alvegni. Það þarf ekki, sko. Og við getum ekki alveg setið, ég veit ekki, við tókum tímana ég og kollegi mínu, þetta var bara verulega mikið, sérstaklega í byrjun, og svo var bara tekið, þegar við hittumst, það var bara rætt, við erum líka að sinna öðrum störfum, sko, við getum ekki bara alltaf verið á fundum að ræðum eitthvað sem skiptir einhver máli, sko. En þetta var mjög gaman að vinna með þessu fólk. Þannig að þið hefur kannski lært eitthvað sem kom raunverulega efni við verkefnisins við, að það skiptir máli bæði að hittast í raunheimum, og líka ef að samstarf á netinu á að ganga vel. Já, og það sko, eins og ég segi, við höfum tekið þátt í mörgu verkefnum, og mér finnst oft svona, og þetta er mín reynsla af þessum verkefnum, að við skrifum umsókn og það er í ákveðnu formi, og svo fáum við verkefni, við erum styrt, og svo fer alltaf bara fyrsti tíminn í það bara, hvað í fjandanum hefur að gera? Og við erum bara alltaf að skoða hvað er tasklistinn og svona, og ég oft hugsa, okkur þetta ekki bara svona aðeins skýrar, og þau eru orðin skýrari þessu umsóknarblöð, sko, en þetta er bara óbúslega tími sem fer ég að, við veitum alveg hvað ætlum að gera, en svo þetta er orðið einhvern veginn svona svo mikið bjúrokrasi að við eigum bara óbúslega miklum tími að hverju við eigum að deliver, í staðan fyrir að væri bara frekar svona, ég sé þetta fyrir mér, og við erum núna í öðru verkefni þar sem við setjum þetta bara upp í byrjun, bara þetta er nákvæmlega bara það sem við eigum að gera, þannig að sé ekki að við eigum oft, og það er kannski menningarmunur, en við eigum fundið það sem við segja bara búið að skrifa það sem við ætlum að gera, og svo allt er niður ekki sami skilningur um það. Og það er alveg,
ótrúlega, getur verið mjög þreytt sko, að ræða, þú veist, eitthvað sem við vorum sammála og stundum og höldum við sem sammála og við erum ekki sammála. Þannig að það verður oft svona svolítið eins og erfitt hjónaband sko. En hérna, getur sagt okkur aðeins svona, hvað lærðu þið blanda nám á þessu sviði, starfs- og tæknimenntun? Ég meina, eru svipaðar áskorunir í Slóveníu eða er þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi? Það var svolítið öðruvísi, það var svolítið mikið að þeir voru alveg viss það að nemendur væri ekki að mæta, þá væri þeir ekki að læra. Það var rosa bara svona, og það var sko kannski svolítið bara, það var skyldumæting, að það væri ekki allt nám yrði að vera ekstra skyldumæting, meðan við erum, þú veist, kennum mikið okkur námi og þarf reynir aldrei að mæta í Háskólann á Akureyri, en getur samt alveg fengið gráðuna. Og það var hérna, að það er þetta háskólann, hann voru sko meira framhaldsskólar, þannig að það var svolítið munur og maður hefur svolítið séð það að fólk einhvern veginn, þú veist, trúir því að nemandinn ekki á staðnum og þau eru ekki að mæta. Sem þetta engin sönnum fyrir því að segja að læra á staðnum. En það var svona það sem maður sá kannski svona mest. Og þeir svona slökuðu aðeins á því, það var eins og væri bara, þeir fengjum allar borga fyrir að kenna nema þau væri á staðnum. Það slakaðist það svo því í lokin. Egill, þá langar mig að spyrja þig, hvers vegna höfðu áhuga að vinna með Tékklandi? Nú gerir ég ráð fyrir að jarðfræðilega sé þetta dálítið svona ólík lönd og ekkit endilega kannski augljóst að svona vinna nýtist vísindamönnum í Tékklandi og verður framhald af verkefninu eða ætlið að halda áfram samstarfinu? Já, sem sagt, í okkar tilfelli var það kannski aðeins búið að leggja spilin á borðið fyrir okkur. Tékkarnir settu upp þetta mælanett fyrir rúmlega 10 árum og þetta byggði á þessu óformlega samstarfi okkar við þá að halda mælanettinu gangandi, þannig að það er kannski ástæðan fyrir því að þetta samstarf var til. Það er vissulega, eins og þú segir, ólíkar jarðfræðilegar aðstæður á Íslandi og í Tékklandi, en Tékkarnir reka mjög svipa mælanett í Tékklandi á einu svæði þar, þannig að ástæðan fyrir að þeir komu hingað til Íslands fyrir rúmum 10 árum var að bara fá samanburðin á því að reka mælanett á Íslandi þar sem er mikil jarðskjálftavirkni versus svæðið þar sem þau eru, heitir Vestur Bóhemía í Tékklandi. Þú spurður Já, bara svona framtíðina, bara fyrsta lagi, ætlið þið að halda áfram samstarfi? Já. Og í öðru lagi, hverju skilar verkefnið svo líka fyrir ykkur? Þetta var alveg ótrúlega gott verkefni fyrir okkur. Við náðum að byggja upp okkar þekkingu mjög mikið. Samstarfið, við náðum að byggja upp okkar samband, getum við sagt, við Tékkana. Okkar samband í dag er mjög gott. Framhald af verkefninu per se er kannski ekki fullmótað, en hins vegar hafa Tékkarnir fengið styrk, innlendan styrk til þess að reka mælanettið áfram næstu 5 árin allavega. Þannig að við höldum áfram okkar samskiptum, við erum þeirra svona samstarfsaðilar fyrst og fremst á Íslandi, þannig að við aðstöðum þá við að reka stöðvarnar áfram og gögnin streyma fyrst til okkar og svo til Tékklands. Þannig að samstarfið, óformlega samstarfið heldur áfram þó að okkar aðkoma, við erum ekki með styrk fyrir okkar aðkoma að rekstri mælanetsins eins og er. En við munum eflaust leita eftir leiðum til að vinna áfram saman svona formlega séð. Því að það er eitt af markmiðum sjóðsins þegar það kemur að rannsóknarsamstarfi að vera stökkbretti inn í Horizon, því þar er oft bæði flóknara ferli og meira umfangs, þannig að auðvitað líka getur þetta skilað síðan í framtíðinni samstarfsverkefni sem er fjármagnað þá af okkur eða Evrópusambandinu. Heyriði, þetta voru áhugaverð og mjög skemmtileg dæmi sem að held ég að oft kemur þekkingin og skilningurinn fram í dæmunum og sögunum, og ég held að ótvírætt að þessu sögur bæði hvernig þetta eldi líka samstarfið innanlands, hvernig þetta eldi þekkinguna í stofnunum hér á landi
og framtíðina, hvernig þetta eldi viljan og skilningin á mikilvægi alþjóðasamstarfs. Þannig mig langar að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessum dæmum og þakka fyrir mig. Takk fyrir þetta Ásdís, Ágústa, Auðbjörg og Egill. Við hafum nú öll nöfnin hérna rétt. Nú ætlum við aðeins að brjóta þetta upp. Nú erum við búið með svona fyrri hlutan í svona dagskránni og það eru alls konar verkefni sem eru styrkt af uppbyggingarsjóðnum eins og búið að koma fram. Og einn af þáttakendum í menningaráætluninni í Tékklandi er tónlistarmaðurinn Pétur Ben sem að koma sér fyrir þarna. Þannig við ætlum að taka svona smá tónlistaratriði áður en að við förum yfir í verkfræðina og jarðvarmann og sem að því tilheyrir. Það verða veitingar hér á eftir dagskránni en þeir sem eru þyrstir þeir geta laumast fram og ná sér í vatni eða kaffi. En gjörðu svo vel, Pétur. Góðan daginn. Ég þetta er svolítið mikið. Ég er hljóðmaður. Eins og kom fram þá er ég svona óformlegur eða óbeitt styrkhafi. Ég fekk það verkefni upp í hendurnar og vissi náttúrulega ekki að það tengdist þessum styrki og kannski tengdist ekki þessum styrki þá að semja verk fyrir 4 kontrabassa og 4 söngkonur. Og mun ég flytja það verk í heild sinni hér. Það er ekkert allir sem hefði hlegið þessu sko, en sumir fatta þetta sem sagt. Ég er ekki að fara að gera það. Það var svo skemmtilegt, þetta var í Prag og þau eru frá Prag og þau voru kennarar líka og ég og Ragnheiður Gröndal vorum fengið til þess að semja verk. Ragnheiður Gröndal var full í námi þannig að maðurinn hennar, Guðmundur Pétursson, tók þátt í verkinu og svona eiginlega kláraði það fyrir hana. Og þannig að við vorum 3 þarna út í Prag og áttum bara eins og Auðbjörg sagði, þú veist að stundum þarf maður að vera í útlöndum til þess að hitta vini sína. Og það var þannig hjá okkur, við erum reynda góði vinir. Já, skil bara spila ykkur músík fyrir ykkur. Ástæðan fyrir ég með svona stuttar snúrur er að ég hef ekki efni á lengri snúrum. Þetta var samt ekki hljóma svona sko. Ok. Ég var aðeins að fá að stilla. Fyrirgeðu hvað ég banging up, it's all dirt cheap. The flea market at Popova Street. I like dressing for the future that does not exist. We imagine it.
decorated war zone style, barbed wire concrete and stacks of tires. Sometimes I think about the times before, the old cafes and the superstore. Get a rush where they can never win. A warehouse down by the old steel mill. I kick Echo on the riverside. Dance till dawn, feeling unified. Dance till dawn, feeling unified. But tonight we're gonna party. We'll be dancing, we'll be tripping through the night. Our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. If the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night. And then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. We show our love with disobedience, live for now without consequence. No one anticipated that we'd fight. We do our worst to make things right. Do our worst to make things right. They're fighting kindness with their flesh and bones, toys, slingshots, sticks and stones. I lost my brother in the blast last year, killed myself for not being there. Killed myself for not being there. But tonight we're gonna party, we'll be dancing, we'll be tripping through the night. And our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. And if the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night. And then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. To the great big secret warehouse in the sky. Kæra þakkir, takk. Já, þessi hópur kom hérna til Íslands, þetta fólk, og spilaði meðal annars á jazzhátíð og líka á þjóðlagahátíð á Siglufirði. Þetta er í hug saga vegna þess að því að þú varst að tala eða hún Auðbjörg var að tala samskipti á internetinu sem eigum. Ég var kennari í Listaháskólanum í COVID, man eftir því hvernig er að kenna í gegnum Zoom. Það var ekkert sérstaklega gaman. Svona missofandi nemendur á okkur svona litlum skjám. Erfitt að ná til þeirra. En ég heyrði í podcast daginn að því að hún var að tala þyrfti bara svona klukkutíma með manneskinu til þess að átta sig á hvernig hún væri, og þá getur maður skilið tölvupóstsamskiptin og þess áttar.
ég heyrði viðtalið mann sem heitir Joe Navarro og eitthvað svona FBI profiler og samningatæknimaður og eitthvað slíkt. Hann sagði að við first impression sem við gerum tekur 3 millisekundur og það 80% rétt. Þannig að við erum sko 3 millisekundur að meta hvert annað. Þannig að ég ætla bara að minna ykkur á að greiða ykkur áður en þið farið út af því að þið hafið bara 3 millisekundur til þess að gangi augun á fólki í bónus. En það gæti hérna létt og skemmtilegt fyrir ykkur sem allir þekkja. Ég tek stundum svona diskólög. By the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women warm, I've been kicked around since I was born. Now it's alright, it's okay, we can turn the other way. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. We stay alive, staying alive. Skrifstofubrókir sko. I'm staying alive. I get high, and if I can't get either, I really try. Got the wings of heaven on my shoes, I'm a dancing man and I just can't lose. Now it's alright, it's okay, we can turn the other way. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. We're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. I'm staying alive. I'm going nowhere. Somebody help me. Somebody help me, yeah. Going nowhere. Somebody help me. Somebody help me, yeah. I'm going nowhere. Somebody help me. Somebody help me, yeah. I'm going nowhere. Somebody help me. Somebody help me, yeah. Tack för mig. Takk fyrir þetta, Pétur. Við höldum marga fundi hjá Rannís og það afar sjaldgæft að einhver hafi hugrekki til þess að fá fólk til að syngja. It takes balls for this. Herðu, hérna, þá ætlum við að snúa okkur að svona seinni hálfleik í hvað hefur áunnist og ætlum að fara yfir í umhverfis- og orkumál sem hafa skipað mjög mikilvægan sess á þessu tímabili sem nú að ljúka. Við ætlum að fá að heyra hér af 5 verkefnum á þessu sviði sem hafa jafnframt líka mikilvæga skírskotun til nýsköpunarmála.
En fyrst ætlum við að fá hér svona sjónarhorn frá Umhverfis- og orkustofnun sem eins og fram hefur komið hefur séð sérstaklega orkuhluta áætlunarinnar. Því miður þá forfallaðist forstjóri Umhverfis- og orkustofnunar, hann Gestur Pétursson, en við bjóðum Baldur Pétursson, verkefnastjóra í teymi alþjóðamála, velkominn, og hann er hér eiginlega tvíþætt, hann kemur hér tvíeldur, eiginlega fyrst með stutt ávarp frá sínum forstjóra og síðan er hann sjálfur með kynningu, þannig að gjörðu svo vel Baldur. Kæra þakkir. Það er nú erfitt að koma upp á eftir svona atriði. Ekki alveg sem að vera fjörugt. Sjáum til. En eins og Ágúst nefndi þá gat Gestur því miður ekki verið hérna í dag. En hann baða fyrir góða kveðjur. Og ég er með ávarp sem hann hefði flutt. Fundarstjóri, góði gestir. Eitt af helstu markmiðum uppbyggingsjóðs EES á sviði endurnýjanlegrar orku er að efla orkuöryggi, draga á losun gróðurhúsalofttegunda og bæta umhverfisatriði í viðkomandi löndum með því að nýta endurnýjanlega orku í stað jarðefnaeldsneytis. Þetta féll vel að starfi Orkustofnunar og líklega enn betur að starfi Umhverfis- og orkustofnunar þar sem loftslagsmál og umhverfismál bætast við. En miklar áskoranir eru víða varðar orkuöryggi og lausnir á sviði loftslagsmála sem finna má meðal annars í aukinni nýtingu endurnýjanlegrar orku, meðal annars jarðvarma. Pólk-sendinefnd undir forystu Kíos Galós, aðstoðarráðherra umhverfis- og loftslagsmála, heimsótti Ísland í febrúar 2025 sem liður í verkefninu til að efla tvíhliða samvinnu, ræða stefnu, ramma og kanna alþjóðlegt samstarf. Lykilumræður snerust hvernig jarðvarmi er samþættur í íslensku samfélagi og stuðlar efnahagslegu viðnámsþrótti, sjálfbærni og lífsgæðum. Fram kom mikil ánægja frá aðilum í Pólanda með samstarf Íslands og Póllands innan uppbyggingarsjóðsins og óskum að það samstarf megi efla enn frekar. Stundum hefur verið talað að svo kallað capacity building eða þekkingar uppbygging á sviði jarðvarma í viðkomandi löndum, en við megum heldur ekki gleyma því að það er ekki bara viðkomandi lönd sem það á við, heldur einnig kannski aðila á Íslandi sem sinna slíkum starfi með tengslanetti og samstarfi. Capacity building virkar því og þekkingaruppbygging virkar því í báðar áttir, bæði erlendis og innanlands líka. Aðstoð Íslands við uppbyggingu endurnýjanlegrar orku hefur helst verið á sviði húshitunar og jarðvarma sem eykur orkuöryggi og minnkar gróðurhúsalofttegundir. Þar sem hús í þessum löndum eru oft hituð með kolum. Þannig aðstoðar Ísland þessi lönd við að draga úr notkun jarðareldsneytis og losun gróðurhúsalofttegunda sem gagnast öllum löndum óháð landamærum. Vaxandi eftirspurn hefur verið eftir þekkingarmiðlun og aðstoð frá Íslandi, ekki síst eftir orkukröppuna, til að auka orkuöryggi. Orkustofnun og Umhverfis- og orkustofnun hefur verið umsjónaraðili orkuáætlunar innan uppbyggingarsjóðsins fyrir hönd Íslands á umliðnum árum, en það hlutverk fer nú til annars. Öflugt samstarf verður þó á milli þessara stofnana þessi mál og svokölluð tvíhliða verkefni Umhverfis- og orkustofnunar munu samt ekki minnka, heldur kannski þvert á móti eflast. Enda vaxandi eftirspurn eftir ráðgjöf er að verða jarðhita til að efla orkuöryggi og minnka losun gróðurhúsalofttegunda. Að lokum vil ég þakka öllum sem komið hafa að þessum starfi innan Umhverfis- og orkustofnunar sem og öllum öðrum stofnunum, Rannís, Íslandsstofu, fyrirtækjum, utanríkisráðuneyti og Umhverfis- og orkuráðuneyti og öðrum fyrir gott samstarf og óskum að slíkt samstarf megi efla enn á komandi árum. Takk. Og þá kannski skipti ég aðeins gír og fyrir í kynningu sem ég ætla að hafa. Þetta eru kannski nokkuð margar glærur, en þið lítið kannski bara á þetta sem kvikmynd. Það er bara ekki sem svona einstakar glærur, það verður farið fljótt yfir sögu, enda á skömmum tíma og mikið efni. Þessi mynd er svolítið táknræn hins vegar starf hjá okkur. Það er að þú kúplar út kolum og tekur inn jarðvarma. Hún segir meira kannski 1000 orð. Og eins og oft hefur komið fram þá eru þessi lönd sem við erum að sinna. Það eru aðalega orkustofnun 3, Pólland, Rúmenía, Búlgaría og stundum fleiri. Og það hefur byggt minnst á það í hversu starf svo kallar
prógrampartner er fólkið, það er aðstofið tengslinn, samskiptin, þekkingarmiðlun til þessara landa, hvernig þessi áætlun er byggð upp og svo framvegis. Prógramið sjálft skiptist í meginatvinnu í 2 þætti, eins og þið þekkið. Það er annars vegar calls eða útboð á markaði og hins vegar tvíhliða verkefni. Langstæðstur hluti fjármagnsins fer náttúrulega í calls, útboð á markaði. Hins vegar eru tvíhliða verkefni mjög mikilvæg, en þess að þau undirbúa jarðveginn fyrir calls síðar. Og þau taka oft mikinn tíma, þau taka lengri tíma og er svona almenn. Aðeins varandi uppbyggingarsjóðinn og dæmi vinnuna sem þar fer fram í svona samstarfi, að til dæmis calls og útboð á markaði þau geta skipt í ótal flokka og vinnan í þessu flokkum er heilmikil í þessu starfi sem þannig til dæmis í orku umhverfis og loftslagsmála í 12 flokkum í Pólandi, svona dæmi sem tekið. Stjórnkerfið í svona eins og það er í svona samstarfi, það er náttúrulega milli landanna, DPP og viðkomandi landa og kynningar í löndum, kynningar hér og svo framvegis og síðan verður þetta sameiginlegu verkefni. Varðandi áætlunina 14-21 þá hófst hún með kynningu í Pólandi. Það hefur aldrei verið gert áður að það voru 2 forsetar sem tóku þátt í því. Hittist þannig á að Guðni var í heimsókn og það var hægt að redda því þannig að hann kæmi við á þessari opnun. Ásamt ráðherrum sem þarna voru líka frá bæði Noregi og Íslandi og Pólandi. Og þarna voru þetta fyrirtæki og svo framvegis. Ótal slíkir fundir voru haldnir hér á Íslandi, kynningarfundir og í Pólandi og Rúmeníu og Öðruslandi, þannig að það er dæmi þetta samstarf. En það byrði 30 verkefni, stóra lítil, voru innan orkugeirans og umhverfis og loftslagsmála. Ég ætla ekki að telja þau upp, það er ekki tími í það. En það er svona vísmyndi komið breiddina, það var töluvert mikið gróska. Og aðeins eitt í þessum tvíhliða verkefnum. Þessi verkefni er frá árinu 2009-14, en þau voru líka svolítið undirbúningur að síðari tíma og nýttist vel fyrirtækin sem koma inn á markaðinn þar. Það er skýrslur sem voru gerðar og þegar við vinnum svona verkefni þá vinnum við með aðra markaði, ráðgjafa fyrirtækjum, verkfræðistofum hér og erlendis. Sama gerist í Rúmeníu og til dæmis í skýrslunni þannig var að deða sem 17 þá voru við að loka kóluverkvöri sem er það byrja ástóst og Karonikar. Þarna var á 17 var gerð líka skýrsla fyrir Beius, þetta er svona feasibility studies og á grunni þessara skýrsla gátu þessi borgir, bæir haldið fram með útboð á markaði og hrindt verkefni mjög framkvæmd. Kom einnig í Króatíu og við vinnum með ýmsum fyrirtækjum sem eru á þessum svæðum, Eblu í Króatíu, Mannvit í Ungverjalandi, núna Arctic Green og svo Verkis í Pólandi. Þessi mynd segir helling það starf sem þarna fer fram á þessu sviði. Hún er svolítið tákræn. Þarna er hann að kúpla út í einni borholu það bil 12.000 tonnum á kolum og spara umlega 30.000 tonn á CO2 sem dæmi hvað eitt svona verkefni og þarna voru nokkur verkefni í gangi. Greinin hún er flókin og þess vegna þarf mikið undirbúningsstarf í þessum löndum, það er ekki mikil þekking og þess vegna skipti þessi tvíhliða verkefni þekkingaruppbygging svo miklu máli. Nokkur verkefni voru keyrð, bæði innan byggðasjóðsins og annar. Þetta verkefni var með Pólandi, Noregi, Ungverjalandi og Slóvakíu. Og síðan GT þarmálverkefni, það er svona eitt af stærstu verkefni sem haldin hefur verið í Pólandi þekkingaruppbygging og þjálfun. Skiptist í nokkur greinar. Námsvörður Íslands, námskeið í Pólandi og rannsóknir í einstaka borgum í Pólandi. Það sem voru skilað skýrslum í 80-90 blaðsíður hver veginn. Þjálfunarverkefni í Pólandi voru líka margbreytileg, það voru ótal fyrirlesarar bæði frá Pólandi og Íslandi. Þannig að þetta tók nokkuð tíma. Vegna COVID þá var þetta kúplað niður í 2 ár, átti að vera 3 ár. Námsferðir til Íslands, þekkingaburðin á því sviði og tengslanetin, kynning hjá fyrirtækjum og tengslanetin sem mynduðist í því öllu. Og síðan rannsóknarheimsóknir á ýmsum svæði. Pólverjar eru að vera komin nokkuð langt á þessu sviði líka, þeir hafa heilmikla þekkingu og eru með sitt Blue Lagoon á hennum 2 stórum stöðum sem eru vaxandi ferðamannagrein. En
það ennþá mikið af kolum notað í að kynda upp hús. Og þetta svona dæmi þessara rannsóknarskýrsla sem gerða voru, sem borgunum geta nýta áfram til þess að útbúa markaði til frekara framkvæmda sem náttúrulega ekki í okkar verkahring. Þetta svona bara mjúkverkefni feasibility studies með sérfræði fyrirtækjum frá Íslandi og Pólandi. Nú aðra skýrslur sem voru gerðar í þessu dæmi, þetta dæmi bara hvað mikið vinna, kannski umfangi í svona verkefnum. Fjölbreytileikinn, það eru ótalskýrslur, það eru fundir og kynningarfundir, ekki bara 1 og 2 stöðum, þetta eru ráðstafnum. Vegna þess að þetta sem Pól var að segja, það vantar töluvert miklu awareness raising í mörgum svæðum. Vegna þess að það ekki voðalega mikil þekking stundum fyrir því notkun á jarðhita. Jafnvel þá hann sitt til staðar. Og menn ekkert endilega að pæla mikið í því, vegna þess að það að glíma pínutið við fortíðina í þekkingunni, þannig að það þarf að minna á byggja upp og þess vegna þetta svo mikilvægt. Nú ætla ekki að fara nánar í þetta, en eitt af þessum varandi Kítíu-þarmarverkefnið, þá kom fram að Kristofur Galvus, sem núna aðstoðarráðherra í umhverfis- og loftslagsmálaráðuneytinu, að verkefnið svo Kítíu-þarmar væri mjög mikilvægt, þess að það sinnti svo mikið grunnuppbyggingu á bæði þekkingunni og skilningi á mikilvægi aðgerða. Nú hérna áttu við fund með hóparnir með ráðherrum, bæði Guðlaugi og Jóhanni í öðrum verkefnum, þannig að fjölbreytileiki verkefnuna og nokkuð svona verkefni í gangi, það sýnir það hvað kannski mikið var í gangi. Ég var staddur á uppskeruhátíð í Pólandi, varðandi verkefni þar kom fram áætlunina þar á sviði orku og það kom fram að Pólverjar voru mjög ánægðir á þessu sviði með allt það sem hérðan kom á Noregi og sama gerist í Rúmeníu. Og síðan hérna alveg í lokin þá vorum við núna í nokkrum litlum verkefnum en samt mikilvægum þar sem kom beiðni til dæmis á umhverfisráðuneyti og orkuráðuneyti Búlgaríu að einfalda reglugerðverkið. Það kom fram hérna til dæmis í panel að eitt af þessum verkefnum það ekki bara kerjaverkefni, það allt umhverfið, það lagaumhverfið, það efnahagsumhverfið, það svo margt sem það laga og það kannski nýr fókus sem við komum inn á í því. Nú ávinningurinn, hann efnahagslegur, orkuöryggi, vöxtur, nýsköpun, lífsgæði og svo framvegis. Ábendingur hvað hann betur má fara. Eitt af því stefnu og regluverks, bæði efnahagslegt og annað þvíli. Það til dæmis dæmi hönnun á hugsanlegum útboðum eða verkefnum sem mikilvægt að þróa. Þetta svona tips for the future. Og síðan fleiri á því sviði sem held ég fari hér. Eitt kannski í lokin það að velt fyrir sér árangur. Hver árangurinn? Árangurinn getur nefnilega verið mjög fjölbreytilegur. Til dæmis í áætluninni í Pólandi þá gert ráð fyrir því að ávinningur í loftslagsmálum sé það bil mörg þúsund tonn, það bil á meðan hann kannski 600.000 tonn, milli 500 og 600.000 tonn í CO2 á hverju ári í allir áætluninni, á meðan kannski árlegur árangur hér sem ætlast til upp til 2030 sé það bil 120.000 tonn. Þannig að fimmfalt meira svona einnig svona áætlun sem þýðir það að ávinningurinn, og það kannski eitthvað fyrir mótil sem gagnlegt að horfa til í öðrum verkefnum eða varðandi loftslagsmál. Þannig að árangurinn fjölbreytilegur og kannski ekki endilega fjölda verkefni, þess að þessi verkefni á jarðhitasviðinu eru mjög flókin, stór og erfið og jafnvel þrátt fyrir COVID og allt það sem gerðist og setti það allt úrskeiðis, þá tókst ótrúlega vel að leysa það með aðstoð allra frá FMO og öðrum ríkjum. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þessa yfirferð, Baldur. Það var staðir að hafa komist í 40 glæra á 10 mínútum. En sko, það kannski áhersla bara til að hnykkja á því, það kannski vita það allir, en Pólland stærsta viðtökuríki, fær langhæstu fjárhæðina og mér þykir sérstakt fagnaðarefni, Pétur þurfti mér að fara en kemur kannski einhver til skila til hans, að það verði viðskiptafulltrúi í pólska sendiráðinu sem muni sinna Pólandi en líka löndunum þarna í kring sem að
við ætlum að fara aðeins að fjalla núna, held ég að sé mikilvægt og mér fannst gott hvernig Baldur dregur fram fjölþættan ávinning. Það ekki bara einhver beinn efnahagslegur ávinningur, það ávinningur í gríðarlegri minnkun í samdrætti í losun sem auðvitað stærra markmið heldur en kannski efnahagslegur ávinningur, en svo held ég að þetta sé líka gott dæmi hvernig við erum að tengjast miklu betur Póllandi og þannig er mjög skemmtileg tengingin hér úr fyrri hálfleik, hvernig þjóðminjasafnið er að tengjast íslenska samfélaginu, á meðan jarðhitasamfélagið þá tengjast jarðhitaverkefnum með Póllandi. Þannig að tengingarnar sem að uppbyggingarsjóðurinn er að búa til eru miklu fjölþættari og mikilvægari fyrir Ísland heldur en held ég flestir ef nokkur gerði sér grein fyrir upphafi. En nú ætlum við að fá hérna 5 sögur. Ég bið frummælendur að halda sig við 5 mínútur ef að kostur og röðin var þarna á glærunni áðan bara til að minna ykkur á í hvaða röði eru og það sem sagt Hafsteinn Helgason í viðskiptaþróunar hjá Eflu er fyrstur, síðan kemur Ester, síðan Óskar og síðan Baldvin og síðan kemur loksins myndband. Þannig ég veit í hvaða röði komið, en ég ætla þá að biðja Hafsteinn Helgason frá Eflu að gjöra svo vel að koma hér upp og segja okkur hvernig allt er mögulegt. Er það ekki þýðingin á þessari grein? Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Takk fyrir að fá tækifæri til þess að hitta ykkur og segja ykkur aðeins frá þessu ævintýri okkar í Króatíu. En til þess að komast áfram í jarðamálum þar eins og víðar þá þarf maður að hafa pínlítið þetta viðhorf og þennan fókus að það er nefnilega allt mögulegt ef viljinni fyrir hendi. Í Króatíu er jarðhitinn svolítið mismunandi eftir landsvæðum, en það er austast í landinu, máts við Zagreb og þar austur úr sem að jarðhitinn er einna mestur, enda þetta svæði sem liggur næst Ungverjalandi. Og þarna er mjög mikið búið að gera, en það er búið að bora nokkur 1000 holur frá því í gamla daga þegar menn voru að leita olíu og gasi og menn vita af jarðhitanum. Menn vita hvað þeir þurfa að bora djúpt, menn vita hvernig holurnar þurfa að vera útfærðar. Það vantar bara pening til þess að bora og það vantar pening til þess að leggja veitukerfin og byggja upp innviðina. En það er ekki eina hindrunin. Jafnvel þó að peningarnir kæmu, hvernig á að reka þessi kerfi með arðsömum hætti? Þegar að borhola í Króatíu, jafn djúp og borhola upp á Hellisheiði er kannski helmingi dýrari vegna þess að þeir sem bora, þeir hafa verið að bora í olíu- og gasumhverfi og þar mega reikningarnir vera svolítið háir. Þannig að þeir eiga margt eftir ólært í þessum efnum og ég held að þetta hljóti að vera svipað í Póllandi og annar staðar í Austur-Evrópu. Síðan er ýmislegt svona varðandi útfærslur sem að þeir náttúrulega eru svona hægt og átta sig á og kannski ekki rétt að vera að fara hér í, en þeir eru að nota töluvert af þéttiefnum við borun meðan að við reynum að forða slíkt, við viljum hafa lektina sem mesta. Þeir eru líka að fjárfesta í rándýrum borkrónum eða toppum á borholum meðan að við setjum bara einfaldan loka og þannig að þeir eru svona svolítið fastir í olíu- og gasheiminum ennþá. En þetta er búið að vera lærdómsríkt ferli og á þessum hringjum og ellipsum þar höfum við einna helst verið að aðstoða og ég gerir fastilega ráð fyrir því að það verði framhald þar á. En það er eins og með allt. Sérstaklega þegar að fjarlægðin er mikil og aðstæður aðrar, það þarf að hafa fyrir því að búa til verkefnin. Það þarf að kunna að selja. Það er ekki nóg að kunna út frá verkfræðilegri þekkingu, þú þarft að selja þig. Og það er einhvað sem að virðist hafa tekist vel í öðrum verkefnum hérna og ég óska ykkur til hamingju með það. En það er nefnilega þannig með blessuðu verkfræðingarna, þeir eru svo afskaplega lélegir sölumenn.
Þannig að það geti vel farið svo að við myndum bara hreinlega að þurfa aðstoð frá öðrum. Nú, hér sýni ég nokkra svipmyndir eins og Baldur sýndi áðan, en Baldur, takk kærlega fyrir alla aðstofuna hingað til. Þetta er búið að vera frábært. En myndin efst til vinstri sýnir svolítið svona menningarmunin í þessum heimi með við okkar. Þarna erum við komnir inn á fund klukkan rétt eftir miðnætti, eftir að við lentum í Zagreb, og við sátum á fundi til klukkan 4 nóttina. Og við drukkum mikið áfengi og við borðum mikið af kjöti. Og ég get sagt ykkur það að gestristnin í þessum heimi, hún er svona svipuð og var til sveita á Íslandi árið 1930 eða 50. Það var bara allt dregið fram. Nú, næsta mynd þar við hliðina sýnir borhólu sem er í fullum rekstri og er búin að hita upp heilt hótel og meira til í bæ eða borg sem heitir Tobusko. Það er ekki hægt að loka fyrir hóluna vegna þess að lokinn hann virkar ekki. Og það veit enginn hvernig á að loka fyrir hóluna til þess að lagfæra og tengja meira inn á kerfið. Og þetta er bara áskorun, það hefur aldrei verið glímt við svona vandamál á Íslandi. En við erum vonandi að hjálpa til við það. Nú næsta mynd þar við hliðina sýnir 2 aldraða menn. Þetta er dæmigert fyrir jarðhitaþekkinguna í Króatíu. Þetta eru menn sem eiga að vera löngu komnir inn á elliheimili. Það vantar, sem sagt, mjög ungliðun í þetta. Nú myndin þar fyrir neðan til vinstri, hún sýnir hóp fólks með okkur nokkrum þarna við eina borhólu. Ef við takið eftir borhólu toppnum, þá vegur hann svona cirka 700-800 kíló og er alveg samansafna lokum. Þetta er bara standardbúnaður í olíugeirunum og kostar bönsa pening. Nú síðan þaðan til hægri er mynd dæmigerð svona hvernig Króatarnir gerðu rosalega mikið úr þessum heimsóknum okkar. Þegar við héldum að við varum að fara á pjúra verkfræðifund, þá var allt í einu bara sjónvarpi komið og öll pressan og það voru viðtöl og ég veit ekki hvað og þetta tók alveg 4 klukkutíma. Þetta er eitthvað sem við reiknum ekkert með. Þannig að við þurfum að skilja þennan menningarheim og allt þetta umhverfi vel til þess að ná árangriðar. En ég segi, við þurfum að kunna selja. Við skulum ekki vanmetja þekkingu landsmanna. Hún er gríðarleg og íslenskir jarðfræðingar eiga ekki neitt heima þarna. Þeir geta bara verið á Íslandi. Því að aðstæðurnar eru alveg gjörólíkar. En ég vil segja eitt að lokum, ég vil þakka þessu prógrami fyrir þessa aðstoð sem að hefur náttúrulega verið mikilvæg fyrir þessi svæði. Ég þakka fyrir hönd Eflu og ég þakka líka fyrir hönd þeirra sveitarfélaga sem við erum að vinna með. Þetta er bara byrjunin. Þetta hreyfir við steinum. En nú þarf fjármagnið. Nú þarf milljónirnar í evrum talið. Og það er ekki ólíklegt að í svona minni borgum eða bæjum þurfi að fjárfesta kannski fyrir 700.000 til 1 milljón íslenskar krónur bara í borholum og megin innviðum per íbúa. Og þið sjáuð í þessum löndum sem er ekki nokk kannski með innkomi eins og við, þá er þetta herkuleusar verkefni. Nú að lokum þá vil ég líka taka fram að það sem gefur okkur svona berundi báða vangi og svona hjálp í framhaldinu er það að þetta er skipulagt fólk, kannski skipulagra heldur en þarna í Slóveníu. Við vorum ekki á 4 tíma tímsfundum, það var ekkert svoleiðis. En það sem gerir það verkum að Króatarnir eru skipulagðir og eru að ná árangri og munu ná meira árangri, það er það að þeir voru það lengi undir austurríska ungverska keisaradæminu og fengu þar strangt uppeldi og það er að koma þeim til góða núna. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Ég glemdi að geta þess áðan við erum með tímaspjöld ég vildi ekki veifa því því að ég var ekki búin að vara við því, en næst eru fulltrúar frá Georg, Ester Halldórsdóttir og Alicia Victoria, eru þið báðar eða? Nei, bara önnur, ok.
Gjörðu svo vel, en nú ég búin að benda á tímaskiptum. Takk fyrir, takk kærlega fyrir að bjóða okkur. Ég og samstarfskona mín Alicja Stoklosa sem íslensk-pólsk, við erum saman að starfa fyrir Georg rannsóknarklasa í jarðhita, svona örstutt okkur. Við erum samstarfsvettvangur sem tengir rannsóknir, hið opinbera og einkageirann. Við vinnum að alþjóðlegum verkefnum í jarðhita sem styðja við orkuskiptin. Það skiptir svona svolítið í tvennt, annars vegar erum við að sjá rekstur og utanhald yfir alþjóðleg verkefni með þáttöku og opinbera stofnana í Evrópu. Clean Energy Transition Partnership sem styrkir verkefni í orkuskiptunum alla Evrópu, Geotherm Fora sem Horizon verkefni styrkt af Evrópusambandinu. Þau eru að styrkja Georg við það að reka sekretariat fyrir Geothermal Implementation Working Group. Svo erum við að sjá skrifstofu fyrir Geothermica Initiative, ég tala örlítið meira þá eftir, og svo erum við líka með 2 EES-verkefni. Og svo annars vegar erum við með nýjungar í jarðhitaþróun, svona svo kallað Superhot Geothermal, margir ykkar hafa eflaust heyrt Krafla Magma Testbed, KMT. Geothermica Initiative, þetta sem sagt milliríkja samstarf á sviði jarðhitamála. Við erum yfir áratug af áhrifaríku samstarfi, 30 nýsköpunarverkefni hafa verið styrkt sem 16 ríki stóðu að og við höfum skipulagt fjölda alþjóðlegra viðburða til að styðja við miðlun þekkingar og þróun jarðhita. Við notum gjarnan þessa mynd hér, þetta sem sagt evrópsk samvinna á sviði jarðhita. Byggir svolítið á 3 stoðum, það sem sagt einkageirinn, hið opinbera og rannsóknir og við í flestum okkar verkefnum erum við svolítið að tengja þetta saman. Geothermica á rætur að rekja til 2012 þegar það var Geothermal Eranet, það sem sagt vettvangur rannsókna og vísinda í Evrópu. 2016 var Geothermica Co-Fund stofnað þar sem að Evrópsk ríki eru komið saman og settu peninga í að styðja nýsköpunarverkefni og svo 2023 var Geothermica Initiative stofnað. Já, það eru ótal tækifæri framundan, það orðið mikið vitundavakning í Evrópu á sviði jarðvarma. Hér á Íslandi það notum við náttúrulega mest háhitan en í Evrópu er verið að nota lághitan í meira mæli. Og það náttúrulega tækifæri fyrir okkur þá bæði að miðla af okkar reynslu út af því að við náttúrulega það enginn sem hefur nýtt og þróa jarðhita meira heldur en við en að sama skapi erum við þá að læra tilbaka nýtingu á lághita sem við höfum ekki gert mikið af. Við undanfarna mánuði erum við búin að vera að vinna að þessum 2 EES verkefnum, Geothermal Bridge Initiative sem tvíhliða verkefni milli Íslands og Rúmeníu. Styrkurinn var upp á 320.000, samstarfsaðilar var Umhverfis- og orkustofnun, Georg og rannsóknarstofnun í Rúmeníu. Það sem við gerðum á þessu stuttan tíma var við skipulagði námsferð fyrir rúmenska sérfræðinga að koma til Íslands og var sömuleiðis vinnustofa á Íslandi þar sem að íslenski sérfræðingar voru að miðla sinni þekkingu. Svo héldum við 2 vinnustofur í Rúmeníu, í Búkarest og Oradea. Svo annars erum við búin að vera með Geothermal Synergy sem tvíhliða verkefni milli Íslands og Póllands. Það var ennþá styttra. Umhverfis- og orkustofnun, Georg og Mary Pass á Póllandi voru aðilar í því verkefni. Þar var skipulagt námsferð til Íslands og vinnustofa á Íslandi, svo kallur online vinnustofa og svo líka vinnustofa í Rúmeníu. Markmiðið var að miðla þekking og byggja upp færni, styðja við rannsókn og þróun og tæknilegar framfarir og koma á langtíma alþjóðlegu samstarfi. Og þar með koma á samstarfi milli Póllands og Rúmeníu og Geothermica Initiative, en þau eru ekki ennþá orðið meðlimir þar. Það að miklu að taka og 5 mínútum nægja ekki að tala mikið, en kannski að nefna þessa vinnustofu í Oradea sem var núna í janúar á þessu ári. En þá ferðu sérfræðingar frá Rúmeníu og Íslandi til Oradea í Rúmeníu. Fyrri dagur snerist aðalega miðlun þekkingar og ræða mögulega verkefni á sviði jarðhita.
og við heimsóttum einnig hitaveitukerfið sem var styrkt af EES-sjóðnum í Rúmeníu. Þetta virkilega flott, þau eru að nota jarðhita af lághitasvæði í hitaveitukerfið í Oradea og við vorum með Íslendingar frá Vestfjörðum og Austfjörðum þarna. Þeir fannst þetta virkilega flott og voru strax þarna að byrja að tala eitthvað mögulegt samstarfsverkefni að koma upp svipuðu á Vestfjörðum og Austurlandi, þau eru náttúrulega með lághitasvæði þar. Fulltrúar frá Pólandi sem voru Geothermal Synergy verkefni kom einnig seinni daginn og líka fulltrúar frá Geothermal Initiative og það var bara virkilega mikill áhugi þarna sem skapaðist meðal allra að halda áfram og finna ný verkefni til að halda samstarfinu áfram. Hérna svona niðurstöðnar helstu sem komu úr þessu en þarna fundum við svona aðalsviðin sem við gætum unnið saman á. Við erum nú þegar búin að sækja 2 ný verkefni út frá þessu verkefni og það eru viðræður að sækja fleiri verkefni en bara til að segja eins og margir aðrir hafa hér nefnt þá en náttúrulega tengslamyndun svo gríðarlega mikilvæg sem kemur úr þessu. Nú eru þessi 3 lönd búin að tengjast mjög vel og svo líka til að nefna það sem áður eru nefnt að þetta náttúrulega ekki einhliða fyrir Ísland. Ísland fær heilmikið út úr þessu samstarfi, alveg bara virkilega. Við höfum möguleika að taka þátt í alls konar verkefnum, fá til okkar þekkingu sem við þurfum líka til framþróunar. Og þá var þetta komið, vonandi ég hafi náð þess 5 mínútum. Takk fyrir, við röðum svolítið þétt í dagskránni, okkur mun að koma ákveðinni breidd til skila, en ég minna á það boðið upp á léttar veitingar hér á eftir og þá tækifæri til að spjalla við þá sem eru með kynningar. En mér sem forstöðumanni Rannís sýnaði hjartareiturnar að sjá glæruna þarna, þú varst komið bæði live áætlunina og Erasmus Plus áætlunina, þannig að uppbyggingasjóðurinn þannig að leiða til samstarf sem á möguleika á að fá stuðning og styrki úr fleiri áætlunum sem Rannís heldur utan. Þannig ég var mjög ánægður að sjá þetta. Þá eru 3 kynningar eftir og svo loka orð frá skrifstofu sjóðsins út í Brussel og næstan ætla ég þá að biðja að koma hér Óskar Einarsson sem vélverkfræðingur hjá Verki. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég nú að endurtaka það sem Baldur var að segja okkur áðan. Það ég búinn að vera að vinna með honum og Orkustofnun, ISOR og Meripas í Pólandi. Það náttúrulega hinn stórkostlega kona Beata Kaplinska sem nú, ég kallar hana ömmu jarðhitans í Pólandi. En ég nú bara svona rétt að fara yfir hvað mitt fyrirtæki hefur verið að gera í Pólandi og kannski öðrum löndum líka síðustu ár. 15-20 ár. Fyrst ég heyrði að Pólandi, ég var náttúrulega að vinna með pólskum verkakonum í Kristús og Höfn 1991. En svo 2009, þegar Verkið svo nýstofnað, þá hafði við okkur lítill bæ sem heitir Uniejof, hann í miðurlandinu og þeir vildu fá að vita hvort það væri hægt að nota 60 stiga heitt vatn og hita það með biodiesel til þess að búa til jarðhitavirkjun. Já, ég setti og skrifaði nú smá skýrslu fyrir það og sagði, já, það nú kannski, held ég, mun farsæll að nota bara biodísilinn beint á dísilvél og framleiða rafmagn með henni en það er önnur saga. En svo 2016 þá kynntist ég Baldri og þeim Björgustofnunum. Við fórum fyrst til Pottenbice sem nefnir nú við. Virkar nú ekki þessi penni, en það í miðjulandinu, það borg sem heitir Woods, hún svona akkurat í miðjulandinu og það rétt hjá bæ sem heitir Pottenbice. Það búin að vera hitaveita síðan 2011-12. Það gengið vel bara, en það ekki, við komum svo, við vorum að skrifa heila skýrslu hennar bæ og þeir gætu til dæmis verið með niðurdælingarholu og auki þannig vinnsluna hjá sér það lækkar í jarðhitageiminu með tíð og tíma hjá þeim eins og hefur gerst með Íslandi líka. En allavega þetta var fyrsta verkefni sem ég kynnti svona hands-on og fór til Pólans og kynnti. Svo 2017 þá fórum við á fleiri staði, fórum suður til Landeggisdrói, suðvestur Pólandi
og til Konstantino Vútski, útkverfi Vúts og til Sochashev sem fæðingarbær Chopin, rétt hjá Varsjá. Og það var svona upp og ofan hvað var gert á þessum stöðum. Það var nú ekki mikið úr neinu verkefni af þessum þremur en við kíktum aftur til Potenbici og þeir hafa svona ekki gert heldur voða mikið en ég meina veitan ennþá í rekstri, það hefur bara gengið fínt hjá þeim, skils mér. Svo 2000 já, hérna mynd af holutoppnum, þetta skemmtilegur holutoppur, þetta flottasti sem ég bara séð þinnlega sko. Hérna vinstra megin af myndir hún Anna Karska, hún var hitaveitustjóri í Potenbici í nokkur ár, hætti núna. Já, þannig ég að fara svona stikla stóru bara, við skoðum þessa 4 staði 2017 og eini staður þar sem eitthvað hefur verið að gerast náttúrulega í Potenbici, en svo í Sochashev, þar fundu þeir vatn sem var bara 40 gráður en það var svo hreint að það hægt að nota til drykkjar og þeirra hugmynd var svo að nýta varmann með varmadælum og dæla vatninu aftur ofan í jörðina í vatnslind. Það ofan, þetta var rosa advanserað hugmynd hjá þeim. Ég veit ekki alveg, þeir eru víst að byggja varmastöð síðustu ár en ég veit ekki hvort þeir hafi gert nákvæmlega þetta. En þetta var alveg frábær hugmynd á sínum tíma. En ég bara hef því miður ekki betri hrettir af því. En svo 2022-23 þá fórum við á 4 staði. Það var í Konin, Chochowo, Kowo og Koluski. Í Konin gamalt risastórt kolaorkuver sem var breytt í biodíselorkuver. Það minnkaði úr 500 megavattunum í 100 en það hefur verið að brenna biodísel í stað fyrir kolum. Og í Chochowo, það Suðaustur-Pólland, það rétt hjá Zakopane sem var svona eitt af höfuðvígjum hitaveitunar hérna fyrir 30 árum. Þar eru þeir með rosalega gott hreint vatn, 90 gráður, en notaði bara í spa. Þeir hafa engan áhuga á húshitun, þetta er svona lítið þorp, þeir nota bara eldi við, bara eins og ykkar nota, þetta er svona menningamönnur svolítið sko. Og í Kowo, þar eru búið að bora 2 hólur, það er líka heitt vatn, svolítið salt, en þeir eru með, eru að byggja hitaveitu og eru að nota vatnið í eitthvað baðarlón, skilur við. Þetta er mjög metnaðarfullt og flott verkefni hjá þeim og svona eitt af flottasta sem ég séð í Pólandi. Það er svona almennt, tækniþekking í Pólandi er mjög mikil. Þeir eru komnir mjög langt og bara svona á síðustu 2, 3, 4 árum hefur gerst hellingur. Ég held að við sittum konu fyrir 2 árum útkverfi Póllands og svo bara hretti ég í fyrra. Hún er bara búin að, það er bara búin að bora hólu. Þau eru bara að fara að dæla vatni inn í útkverfi í Varsjá. Það er bara mjög flott. En já, þetta var bara svona stiklað stóra það sem ég hef verið að skoða í Pólandi og við bara þakka samstarfið með Baldri Orkustofnun og kannski fleiri myndinni og vonandi verður þetta eitthvað framhald af þessu síðan meir. Takk fyrir mig. Takk kærlega Óskar, ég tek undir það, vonandi verður framhald af þessu. Þá er komið að næst síðustu stuttkynningunni og það er hérna Baldvin Björn Haraldsson, hæstaréttarlögmaður frá BBA Legal sem ætlar að hérna. Gjörðu svo vel. Já, sælverði, gaman að sjá okkur, Baldvin Björn heiti ég og hérna lögmannsstofan okkar sem hét BBA Legal fyrir einhverju síðan. Við sameinuðumst stofu sem heitir Feldco árið 2019 og heitir núna BBA Feldco. En árið, í fyrra, byrjun árs í fyrra, þá settum við á stað dótturfélag sem gerir ekkert annað en að halda utan þá orkustarfsemi sem hefur verið í gangi í fyrirtækinu í mörg ár. Og ég í rauninni og við sem erum í Elements dótturfélaginu fókuserum einungis á aðra jarðvarma en svona endurnýjanlegar orkuauðlindir. Bara örstutt það sem við gerum, það er mikil áskorun að biðja lögfræðing að tala í 5 mínútur en ég ætla samt að reyna og bara segja ykkur aðeins frá því sem við erum að gera, ekkert kannski margir sem að vita það. Við erum í rauninni að vinna fyrir World Bank og Sameinuðu þjóðirnar og uppbyggingarsjóðinn, skoðun á löggjöf, aðallega jarðvarmalöggjöf í löndum víða um heim og skoðum það hvað má betur fara í löggjöfinni. Við höfum í einhvern tilfellum verið beðin að semja og höfum samið bæði lög og reglugerðir jarðvarma í 2 ríkjum í Austur-Afríku.
og svo erum við að einbeita okkur mikið á því hvernig hægt að minnka áhættu í þessum verkefnum sem þið þekkið öll að eru afskaplega áhættusöm og fjárfrek, og síðan erum við að vinna í bara almennum verkefnum lögfræðinga í þróunarverkefnum jarðvarma og svo uppbygging á þekkingu. Við yfirleitt í þessum verkefnum þá búum við til teymi sem eru yfirleitt verkfræðifyrirtæki og ISOR nánast í öllum verkefnum okkar, hagfræðingar og síðan vinnum við yfirleitt með lögmannsstofu, alltaf raunverulega með lögmannsstofu í hverju landi til þess að skilja löggjöfina í landinu. Og svo eru einhverjar 2 montglærur það hvar við höfum verið að vinna. Við höfum verið að vinna mikið í Mið-Ameríku og aðeins í Suður-Ameríku og síðan inn í sjálfsögðu talsveit í Evrópu, mikið í Austur-Afríku og inn í Asíu. Og við höfum settum upp og höfum verið með á heimasíðun okkar í mörg ár og erum að gefa út aftur núna samantekt af spurningar og svör jarðvarmalöggjöf í löndum. Og það sem við köllum núna Elements Guide eru upplýsingar löggjöf, jarðvarmalöggjöf núna erum við að fara að gefa þetta út núna bara á næstu vikum og það eru upplýsingar 14 lönd sem eru komnar inn í samstarfi við lögmannsstofur í þessum löndum. Og það er að bera saman, þarna sjáum við í spurningu sem er governmental policy og það er að bera saman svör frá 3 löndum við hverja spurningu. Og þetta opnum við núna, eins og ég segja, næstu vikum og opið öllum og án þóknunar. En varðandi verkefni okkar sem að stýrt var af Baldri með mikið til festu, þá tókum við okkur að skoða löggjöfina í Búlgaríu og jarðvarmalöggjöf og við höfum nú, þetta er ekki fyrsta skipti sem við vinnum með Búlgaríu en það var mjög gaman að vinna með þeim í þessari uppbyggingu. Það er mikil þörf á því að byggja upp lagakerfið þar og hefja raunverulega að ýta af stað raunverulegri vinnslu á jarðvarmanum. Og við þurftum að skoða löggjöfina í samstarfi við lögmannsstofuna Bojanov. Við þurftum að veita upplýsingar það hvað við legðum til að þyrfti að gerast þess að löggjöfin kemist í það lag að hægt væri að byrja framleiðslu á einhverju viti og síðan að veita ráðgjöf það hvernig væri best að gera þetta, hvort að þetta bara búa til nýja löggjöf eða breyta núverandi löggjöf. Og ég man að ég satt einhvern veginn í orkuráðuneytinu í Búlgaríu held ég 2020 og þá var ég að spurður að því hvernig var hægt að gera þetta og ég sagði það væri náttúrulega best að búa til nýja löggjöf en þá var mér sagt úr orkumálaráðuneytinu að það væri svo erfitt af því að það þyrfti svo mikla samræður og það er svo stórt ferli að það væri betra að nota bara löggjöf sem væri í gangi. Og ég sagði hvaða löggjöf vil ég nota? Við getum til dæmis nota löggjöf niðurdælingu kolvetnis. Og ég spurði af hverju og þá sögðu það að þið er ekki búin að nota þessa löggjöf neitt. Og við sögðum bara gangið bara í það. En það var nú ekki gert og við fórum í aðstofa við þetta og gáðum út skýrslu og Baldur, takk fyrir samstarfið, þetta var virkilega ánægilegt. Og bara rétt að lokum, hvað þurfum við að skoða þegar við erum í skoða regluverk í löndum jarðvarma og endurnýjanlegar orkuauðlindir og þá eru ansi mörg atriði sem þarf að taka til skoðunar og vonandi veitir þetta einhvers konar aðstoð inn í Búlgaríu og ég treysti því og ég þakka kærlega fyrir samstarfið. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Já, við treystum því að það verði eitthvað framhald á Búlgaríu eitt af þeim löndum sem við erum að vonast til þess að það verði öflugt Green Energy eða Green Transition Program, þannig að ég vona að þetta hafi lagt grunn að einhverju meira eins og hefur komið fram hér í dag að þá er mikilvægt að leggja grunn að verkefnum og að sé samfella og það fari síðan á stað. En ég held að það hafi líka verið rétt sem hér kom fram að nú er komið að sums staðar að innleiðingu. Þá þarf orðið verulegar fjárfestingar og þá er einn aðili sem er Arctic Green Energy sem eru búin að stofna sér Evrópuskrifstofu og hann er ekki með okkur hér í dag en Sigurður Atli ætlar að fá að tala hér og þegar menn eru með svona upptekið ávarp þá er það nákvæmlega 5 mínútur. Fyrir þessu vel. Góðan dag og takk fyrir að bjóða mér að segja nokkur orð í tilefni af uppskeruhátíð uppbyggingarsjóðs EES.
Ég ætla að fjalla það svið sem að Arctic Green starfar á, sem þróun, fjárfesting og rekstur á jarðhitaverkefnum, einkum fyrir húshitun. Það tengist viðfangsefnum sjóðsins á sviði umhverfis, orku, loftslagsbreytinga og minnkunar kolefnislosunar. Þetta auðvitað svið sem engin þjóð hefur náð hlutfallslega jafn miklum árangri og Ísland, sem vekur eftirtekt allan heim og eru íslensk fyrirtæki og stofnanir eftirsóttir samstarfsaðilar þegar kemur að lausnum fyrir orku og umhverfið þar sem jarðhitinn nýtist. Verkefni okkar eru erlendis og ber þar hæst félag okkar í Kína sem við eigum með kínversku olíu- og gassamstæðunni Sinopec. Það félag hefur vaxið úr engu á tæpum 20 árum í það að vera langstærsta jarðhitafyrirtæki í heimi sem vinnur að framleiðslu og dreifingu á heitu vatni. Félagið hefur borað yfir 1000 jarðhitaholur sem eru 40% af öllum jarðhitaholum í heiminum. Við hitum upp 100 milljónir fermetra og spörum 6 milljónir tonna af koltvísýringi sem ella færi út í andrúmsloftið með bruna á kolum. En af hverju eru að hugsa þennan einfalda og sjálfsagða hlut sem húshitun og af hverju skiptir hún máli? Jú, helmingur af orkunotkun í Evrópusambandinu fer til hitunar og kælingar, meðan orkuskipti í raforkuframleiðslu hafa verið tiltölulega hröð, en yfir 40% af raforku í Evrópu framleidd með endurnýjanlegri orku og mikil þróun í orkuskiptum í samgöngum, þá hitun og kæling setið eftir. Yfir 3/4 hlutar af orku á því sviði framleidd með bruna á jarðefnaeldsneyti, gasi sem að stærstum hluta innflutt og kolum. Eini endurnýjanlegi orkugjafinn sem eitthvað kveður að við húshitun í Evrópu lífmassi. Jarðhitinn getur spilað stórt hlutverk í orkuskiptum í húshitun í Evrópu. Lághitasvæði í Evrópu hentar víða vel og jarðhitinn hagkvæm, örugg og hrein lausn fyrir hitun. Kostnaður verður mjög samkeppnishæft og framleiðendur geta boðið langtíma verðsamninga þar sem fjárfestingin aðallega í upphafi, rekstrarkostnaður mjög lágur og það engin áhætta sem tengist verðsveiflum á jarðefnaeldsneyti. Í Evrópu, en þó einkum í Austur-Evrópu, eru til staðar hitaveitukerfi og þau hægt að komast hratt inn á markaðinn með því að tengjast fyrirliggjandi kerfi. Víða hafa hreinir orkugjafar forgang inn á veitukerfi. Ýmsar aðgerðir styðja við notkun jarðhita, svo sem viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir vegna húshitunar og bann við notkun jarðefnaeldsneytis til húshitunar sem stefnt á að taka gildi 2040. Uppbyggingarsjóður EES hefur haft mjög jákvæð áhrif á þróun á nýtingu jarðhita í Austur-Evrópu. Viðtökuverkefnin orðin nokkur í Króatíu, Rúmeníu, Ungverjalandi og Pólandi. Stuðningur EFTA-ríkjanna og þá ekki síst Íslands sem tengja mjög við jarðhita vel þekktur í þessum löndum og hefur haft jákvæð áhrif á vitund hagaðila fyrir jarðhita. Arctic Europe þessar mundir að vinna í að fara inn á markaði í nokkrum þessara landa, einkum Pólandi, Króatíu og Slóvakíu. Mörg Evrópuríki, einkum í Mið- og Austur-Evrópu, góðir kandidatar fyrir almenna nýtingu á jarðhita fyrir hitaveitukerfi og þróunin þegar hafin. Styrkir og niðurgreidd lán hjálpa til við fyrstu skref. Það hins vegar mikilvægt að opinber stuðningur leiði til sjálfbæra markaða í hagrænu og fjárhagslegu tilliti, en ekki til þess að markaðir verði háðir slíkum stuðningi til langframa. Verðmyndun víðast háð umfangsmikilli verðstýringu sem hönnuð fyrir varmaorku framleiðslu með bruna á jarðefnaeldsneyti en ekki jarðvarmaverkefnum. Breytingar á regluumhverfi og eða einföldun á regluverki nauðsynleg til að laða að einkafjármagn og búa til farsælt samstarf opinberra aðila og einkaaðila. Verkefnin verða einfaldlega að vera fjármögnunarhæf. Það engin vafi á því að uppbyggingarsjóðurinn getur spilað stórt hlutverk til að hrinda málum af stað og ekki síður til að hafa áhrif á umgjörð þessa starfsemi sem lykill og ekki bara lykill heldur forsenda fyrir orkuskiptunum í Evrópu. Takk fyrir.
Ég vil þakka þessum 5 fyrirtækjum sem að hér hafa verið að kynna það sem þau hafa verið að gera. Ég nokkuð bjartsýnn eftir að hafa hlustað á þessar kynningar að þau séu tilbúin í næsta tímabil og nú komið að síðasta dagskráraliðinu hérna. Við ætlum að horfa til framtíðarinnar með nýtt tímabil sem að hefst ekki á morgun heldur hinn, það ekki? Og til þess að tala örlítið það komin hérna Borgar Þór Einarsson sem aðstoðarframkvæmdastjóri skrifstofu uppbyggingarsjóðsins í Brussel. Gjörðu svo vel, Borgar. Takk fyrir það, komið í sæl. Ég skal reyna að hafa þetta örstutt. Mér langar auðvitað til að byrja á því að þakka Rannís og Orku- og umhverfisstofnun og öðrum samstarfsaðilum ekki bara fyrir þennan viðburð í dag, heldur fyrir samstarfið á liðnum árum sem ég held að við getum séð hér í dag að hefur skilað miklum árangri. Og það ekkert mjög langt síðan að innleiðingin á yfirstandandi tímabili var í nokkru uppnámi. Af ýmsum völdum, meðal annars vegna áhrifa innrásar Rússa í Úkraínu, COVID-faraldursins, þá gengu verkefni lengi vel mjög hægt. Og þetta hafði meðal annars áhrif á samningaviðræður gjafaríkjanna og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins vegna þess að upptaka fjármuna var undir væntingum vegna þessar áskoruna. En með ótrúlega góðu samstarfi við þá sem að unnu þessum verkefnum, þá sem að höfðu umsjón með þessum verkefnum, við stjórnvöld í gjafaríkjónum og viðtökuríkjónum, þá erum núna að horfa fram á að árangurinn á yfirstandandi tímabili það bil 90% upptaka af áætluðum framlögum. Og það á pari við uppbyggingarsjóði Evrópusambandsins. Og þetta þrátt fyrir þessar áskoranir og þrátt fyrir það að við byggjum okkar kerfi á mun strangari mælikvörðum við útgreiðslu þegar kemur að árangri. Þannig að það ekki bara árangurinn hér í dag sem við erum að fagna einstök verkefni, heldur hefur þetta tímabil, og ég tek undir það sem Ágúst sagði, að þetta tímabil hefur gengið mun betur en lengi horfðist á. En þá erum við komin að því sem framundan. Og mér langar aðeins að örstutt að nefna aðdraganda nýs tímabils, af því að það kemur inn á hversu lítill tími eftir í því tímabili sem að hefjast. Sumarið 2021 þá ákváðu gjafaríkin að skuldbindingin samkvæmt EES-samningnum væri enn til staðar. Þá samþykktu það að skilyrði þess að efnahagslegt og félagslegt misræmi á svæðinu væri enn til staðar og virkjuðu þar með skyldu samningsins til þess að greiða þessi framlög. Og Martin nefndi hér aðgöngum meðan innri markaðnum, það ágætisríking, en síðan taka við samningaviðræður sem að tefjast af ýmsum ástæðum. Og þessar samningaviðræður í raun og veru undirstrika þetta eðli þessa samstarfs mjög mikið, vegna þess að við erum ekki bara að semja það í hvaða verkefni á að setja peninga, við erum að semja framlög gegn aðgangi að innri markaðnum í hvert sinn við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og þar koma auðvitað íslenskir hagsmunir og norskir hagsmunir og hagsmunir Liechtenstein mikið að borðinu. Liechtensteinarnir myndu reynda að segja að það snerist aðallega íslenska og norska hagsmuni, það fiskurinn annars vegar. En þetta tefur auðvitað mikið þessar samningaviðræður og setur gjafaríkin í frekar ójafna stöðu gagnvart Evrópusambandinu. Vegna þess að tollaðgangurinn kemur ekki inn strax, en peningurinn mun alltaf skila sér á lokum. Þannig að þetta veikleiki í þessu fyrirkomulagi mögulega óhjákvæmilegur. En engu að síður, samkomulag náði svo loksins 12. september í fyrra. Þá í raun og veru samþykkir ESB þetta fyrir sitt leyti að samningurinn taki gildi og eftir það farið á fullt í að undirbúa samningin. Og við hefum þegar í samvinnu við á skrifstofunni við gjafaríkin hrint í framkvæmd þessum grundvalla þáttum, nýju regluverki, nýjum matseðli sem á kalla, það sem við kallum blábókina fyrir þær áætlanir sem á að keyra
og þetta hefur núna gerst á örfáum mánuðum að við erum núna í stakk búin og þegar enda byrjuð að semja beint við viðtökuríkin. En sjóðurinn sjálfur, hann fer úr 2,8 milljörðum evra í rúmlega 3,2 milljarða, það er að segja bæði norski sjóðurinn og EES-sjóðurinn. EES-sjóðurinn fer einn og sér úr 1,5 milljarði evra í 1,8 milljarða evra. Og það sem er nýtt í samkomulaginu við ESB, það er þetta mjög svipað, þetta er með hefðbundum hætti, en það er ríkari áhersla að þessu sinni á gildi lýðræðis, réttaríkis og mannréttinda og það sem hefur verið styrkt í bókuninni í samningnum við framkvæmdastjórnina er skilyrðisbinding þessara þátta þannig að gjafaríkin eru í sterkari stöðu með að halda eftir framlögum. Það er líka sérstakt framlag til Úkraínu, 180 milljónir evra en að öðru leyti eru áherslusviðin, það er að segja græna byltingin, European Green Transition, áhersla á lýðræði, mannréttindi og réttaríkið og svo það sem kallar resilience eða viðnámsþróttur og styrking samfélagsgerðarinnar sjálfrar. Þannig að ég ætla ekki að eyða miklum tími að fara yfir þessi prógram eða þessar áætlanir sem að liggja fyrir sem ramminn, það er hægt að kynna sér það á heimasíðu sjóðsins. En það sem við erum að gera núna og er þegar farið af stað og það var minnst á það hér í upphafi af ráðuneytisstjórunum að það er búið að semja núna við stærsta viðtökuríkið, Pólland. Þar eru 942 milljónir evra, ef ég man það rétt, tæpum milljarður evra sem að ríkin 3 útluta og samningar tókust 23. Það voru undirritaði 23. apríl síðastliðinn við Pólland og það er auðvitað gríðarlega stór áfangi og við vonumst til þess að á næstu vikum, jafnvel fyrir sumar, munum við ná að klára undirritun á samningum við 1 til 3 viðtökuríki til viðbótar og svo eftir sumarið þá vonandi náum við sem flestum. Og af hverju er þetta mikilvægt? Vegna þess að þetta er 21 til 28 tímabil og við erum í 25. Það eru 3 ár þangað til að við þurfum að hefja, þangað til að gjafaríkin þurfa að staðfesta að efnahagsleg og félagsleg skilyrði á svæðinu séu til staðar þannig að skyldan fyrir 28 til 35 virkist. Það eru bara 3 ár þangað til. Þannig að það eru farin 4 ár af yfirstandandi eða þessu nýbyrjaða tímabili og með við stöðuna síðast og ef að það mun ganga jafn hægt að koma prógramunum á stað þá er útilokað að það náist að innleiða prógramin á þessu tímabili. Þannig að það er gríðarleg tímapressa og hún er ekki bara tilfinnanleg í Brussel, hún er auðvitað líka hér. Það skiptir máli núna að hafa hraðar hendur að finna samstæðsaðila að koma auga á tækifærum en samhliða því auðvitað halda til haga áherslum Íslands í þessum viðræðum sem að eiga sér stað núna við einstök viðtökuríki af því að þar er ramminn búinn til og það er auðvitað í þessum viðræðum sem eru kallaðar MOUs viðræður, það er að segja að þetta eru milliríkjasamningar, það þarf að athuga það í hverju einstöku tilviki eru milliríkjasamningar að ræða og þar er verið að fjalla það hvaða áætlanir verði keyrðar, hvernig framlaginu er skipt á milli áætlana, tilgreining á samstarfsaðilum og svo framvegis. Eins og ég segi þessu hefur undið tiltölulega hratt fram og þegar að samningaviðræðum lýkur upp hvert ríki, ef við tökum Pólland sem dæmi, það næsta er að semja, það er að segja að partnerarnir komi saman, bæði tvíhliða og ekki og fari yfir það hvaða verkefni muni verða í hverju prógrami. Og þetta á að klára á 6 mánuðum frá undirritun. Þannig að Pólland þarf að vera klárt eigi síðar en 23. október. Og þá fyrst, og athugið að Pólland er fyrst í röðinni, að þá fyrst í raun og veru er hægt að fara að hrinda verkefnum í framkvæmd. Og þá erum við nánast komin inn í 26. Eftir það er að ræða af hálfu skrifstofuna sérstaklega eftirfylgni og stuðningu við framkvæmd þessara áætlana og einstakra verkefna ef því er að skipta
Og bara sem dæmi á því tímabili sem að núna að ljúka, að þá höfum við breytt sem sagt samningum með einstaka áætlanir að ég held 300 eða 400 sinnum til þess að bregðast við mismunandi aðstæðum eða breyttum aðstæðum. Það kom hér fram í pallborðið áðan að það er eitt örugt í svona verkefnum er aðstæður breytast og þá skiptir máli að við getum brugðist hratt við og breytt verkefnunum eins og hentað þykir. Auðvitað eru á því ákveðnar takmarkanir og þess vegna höfum við þennan stuðning við áætlanir. Ég ætla að nefna nokkrar áskoranir á yfirstandandi tímabili eða á þessu tímabili sem nú verið að hefjast. Það er auðvitað fyrst og fremst þessi tímapressa. Hún setur alla framkvæmdina í annað samhengi. Og til þess að bregðast við henni þá er verið að reyna að gera eins marga hluti samhliða og mögulegt er og reyna að koma prógramunum að stað eins hratt og mögulegt er. Til þess að bregðast líka við tímapressunni og þessum stutta tíma sem er til stefnu þá höfum við gert miklar einfaldanir á regluverkinu sérstaklega í þeim tilgangi að auðvelda okkar samstarfsaðilum bæði í gjafaríkjunum en auðvitað aðalega í viðtökuríkjunum auðvelda þeim umsýslu verkefna og einfalda regluverkið að því leyti. Við þurfum líka að hafa í huga að þó að þetta séu fjölmenn og stór ríki þá er þetta tiltölulega veikar stofnanir á ofta tíðum sem við erum að vinna með sem hafa mörg önnur verkefni með höndum. Þetta er að jafna því sama fólkið og hefur með höndum uppbyggingarsjóð Evrópusambandsins og það er að segja capacity, þau eru að díla við mikil capacity vandamál og þess vegna verður að einfalda og það höfum við gert. Önnur áskorun er auðvitað þróun á stjórnarfari og pólitískum aðstæðum í Evrópu. Það verður mikil áskorun vegna þeirra væntinga sem að voru skapaðar við gerð nýs samnings sem að felur í sig meiri skilyrðisbindingu framlaga. Við munum sjá fram á að aðstæður geti skapast þar sem að það þarf að stöðva áætlanir eða einstök verkefni og það mun taka mikinn tíma í viðkomandi landi. Þriðja áskorunin sem að ég vil nefna er að það eru auðvitað ákveðin þrýstingur á meiri samræmingu við ESB-sjóðina af hálfu viðtökuríkjanna. Og hvað felst í því? Jú, í því felst að viðtökuríkin eru með stórar áætlanir í gangi og vilja aðlaga sjóðin okkar að þeim áætlunum. Það minnkar okkar sérstöðu og gerir samningaviðræðurnar erfiðar. Þetta getur verið afskaplega gagnlegt upp að vissu marki og það var á það minnst hér að það eina sem vantaði núna í ýmisverkefni væri meira fjármagn. Og þetta er gríðalt fjármagn að renna til viðtökuríkjanna í uppbyggingarsjóðum Evrópusambandsins. Og bara sem dæmi þegar sjóðurinn okkar fer af stað þá er hann í kringum 15–18% af framlögum ESB. Í dag er hann 0,7% af þessu heildarframlagi. Þannig að hann er farin að skipta mun minna máli fyrir viðtökuríki. Þannig að það eru tækifæri í því aðlaga sig að ESB áætlunum svo lengi sem að við höldum í okkar eigin sérstöðu. Og sú sérstöða liggur auðvitað fyrst og fremst í tvíhliða samstarfinu, því sem að gjafaríkin hafa fram að færa sérstaklega í formi sérþekkingar. Þannig að okkar sérstæða er ekki peningurinn, heldur þekkingin og samstarfið. Mér langar að lokum að fagna því sérstaklega þó að Pétur og Martin séu farnir að Íslandsstofa ætla að setja viðskiptafulltrúa í Varsjá. Við höfum horft af hálfu uppbyggingarsjóðsins mjög til sendiráðsins í Varsjá sem mögulegs svona höbb fyrir allan sjóðinn og myndi auðvelda okkar samstarfsaðilum bæði hér og í hinum gjafaríkjunum mjög mikið uppbygginguna á svæðinu. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt skref og ég held að við þurfum líka að hafa í huga að því að það var minnst á Pólland. Pólland er það ríki sem býr núna við mestan efnahagslegan vöxt í Evrópu og að vera komið sendir á þar og nýta það vel á grundvelli þeirra verkefna sem við erum búin að vinna við að það mun reynast gríðarlega verðmætt og ég vil taka undir með það sem Baldur sagði að þetta er í þessum stóru verkefnum þá er þetta langhlaup og það má ekki bara horfa á þann árangur sem er að nást frá degi til dags í verkefnunum heldur hvaða samstarfsmöguleika það skapar til framtíðar. Ég þakka kærlega fyrir mig.
Takk kærlega Borgar. Þá þessari dagskrá formlega lokið. Ég tölunördin verða að grípa á lofti töluna 1,8 milljarður evra sem EFTA-EES-hlutin sem við leggjum í. 1,8 milljarður evra eru 260 milljarðar króna eins og gengi var áðan. Við borgum 5% af því, það vel yfir 10 milljarðar sem við erum að leggja að mörkum. Það mikil tímapressa. Rannís tilbúið til að vinna undir mikilli pressu. Ég hvet, og sérstaklega verkefni sem hér voru að tala, ég hvet ykkur til þess að vera í starttólunum þegar fyrstu auglýsingarnar fara að birtast í haust. Það búið að gefa út bókina sem að útskýrir hvaða áætlanir verða í boði. Við munum efla teymið hjá Rannís til þess að vera öflug strax og upplýsingar eru tiltækar hvaða áætlanir verða í hvaða löndum og munum vera á fullu í haust að kynna þá tækifærin verða í vetur. Næsta vetur fram á næsta ár, þá eru tækifæri til þess að fara inn í ný verkefni. Ég held að það sé búið að leggja gríðarlega góðan grunn. Við erum búin að fá fjölbreytt verkefni hér úr rannsóknum, menntun, menningu og svo horfum við hér á öfluga verkfræðistofur og fyrirtæki sem ætla að fara inn í green transition. Þannig að ég ætla, þó þetta verði áskorun, Borgar, þá ætla ég að segja það við verðum aftur með uppskeruhátíð hér eftir nokkur ár og segjum, heyrðu, okkur tókst vel til aftur. Takk fyrir í dag og gjörum svo vel og tryggið veitingar hér fram.